Klukkan er orðin 4, það er föstudagurinn 5. ágúst og F95 Blöður hafi göngu sína á þessum ágættis föstudegi. Blöðar heiti ég og sitt í mínusæti. Beint á móti mér eru 2 tígristýr, annar kalla sig Egill Einarsson og er fyrirlið þáttarins. Hvernig ertu? 2 tígristýr? Já, ég ætla að vinast með dýrin aftur. Slæði 90 blöð. Aðeins að hrista upp í þessu. Ég var ekki sem tígristýr og Steindi getur verið Nasetningur, Björn, Flóðastur. Ekki tígristýr. Ég er til að vera Björn. Frekar að segja Björn er þetta rosalegt. Björn er rosalegt. Ef að your spirit animal er Björn, það er rosalegt. Reyndar geti Björn líklega drepi tígristýr. Þú segir það. Hann farið lett með það. Og líka góður í gólfinu. Góður í UFC. Hvernig Værum við eitthvað að berjast? Værum við ekki bara vinnir? Ég veit ekki hvað er að gera þetta. Þetta átti að vera eitthvað smá fyrrblásskapræði í byrjun en Ég er bara mjög góður. Mér líður núna eins og að segja að mæta aftur í vinnun eftir júlífríi. Þegar þátturinn í Eyjum var svolítið bara við gýra. Það var bara í bjór og svona fullt af fólki í kring. Þetta er fyrsti alvöru vinnudagurinn okkar eftir sumarfrí. Það má segja það. Já. Basically. En Steindi, erst þú ekki bara Ég er bara fyllandi góður og fróndi fít sko. Ég er bara í miklu stuði. Ég meina það er bara upp áfram. Ég get með sanni sagt Fríið er búið. Fríið er búið og bara ég hlakka til haustins. Lík því en lígi hör. Já, ég ætla samt að taka það. En það er hins vegar ekki lígi hjá mér að ég hef aldrei verið að fegin að sitja í þessu stúdíói í dag. Þessi vika hjá mér hefur verið hell. Þá meina ég hell. Þú er búin að vera í brekku sko. Já, ég er bara orðin 3 barna faðir. Við fórum aðeins inn á þetta í blöðkastinu og ég lofaði henni og konunum minni að vera ekkert að ræða þetta henni í þættinum en komið léttin á. Já, hún er 2 handleggsbrotin. Þannig að ég er í fyrsta sinn 3 barna faðir. Og því að sko, kona mín oft sagt við mig þegar hún er pirruð á mig bara Jésús, ég er alveg upp 3 drengi. Herru, höfum samt eitt og hreinu, ég get klætt mig sjálfur og borðað. Ertu að skeininni það? Nei, ég sverða, ég er ekki að skeininni. Rólegur þarf ekki að fara beint í ég sverða. Ég bara svona spurði í gríni. Já, hinn virka svona ágætlega en ég hjálpi ná. Það er svolítið erfitt að sko bretta. Steindi er mjög góður í það, skeinis er meira en venjulegum að gerir. Steindi er einhver aðstöðnu skeinari. Gætur þú skeitið með annari hendi, gætur þú brett saman allt rastlið, tekið kift af rúlunni og setta saman með annari hendi. Já, þú veist þú bara rúlanir fyrir fram að þig. Svo tekur bara blaðið, gerir svona hring í kringum og svo slítur. Já, þú meina. Myndur ekki bara, en þú rikkir bara, grípur í 2 blöð, klokkumli og kippir niður. Það ættir að ná 2 af það ekki. Já, léttilega. Já, þú veist, þetta, hún græja þetta alveg, sko. Já, hún sér þetta sjálf. En hvernig er heilsan? Hvernig hefur hún það? Bara, en illt, grein. Já, þetta er alveg aðgæðlega. Hann fór í eitthvað aðgerð og, en ég fyndi, síðast það sem hún sagði um mig, þess að hún talaði um í síman á hann, þetta ekki að fara að ræða þetta eitthvað. Fyrst það sem ég geri það er ég rugglaður. Eina góða við, hún getur ekki ráðast á mig þegar ekki með. Nei, hún er handleggsbótið sko. Já, þetta er leðilegt og við sendum batakauður. En er hún þá í, þú veist, er hún í handlama? Já, þetta var svo vondur stað hún gæti ekki fyrir í gifs. Nei, já. Er hún ekki í gifsi? Nei, agalegt sko. Við erum bara að breyðja verkeftöflur og slaka á. Já, og svo náttúrulega er ég með hinn og 2, ég er eins og ég segi, ég er með 3. Og Matteo, ég setti það nú inn í Instagram hjá mér í gær. Hann er svo rugglaðast af öllum F95 Blöð börnum. Það er staðfest. Hann var hann guður rugglaður. Alveg snar. Minn besti maður, hvað var hann að býta þig? Já, bara hann hleypur eftir mér. Hann ennir ekki að gera neitt heima. Hann ennir ekki að leika sér. Hann ennir ekki að horfa á iPad eða neitt svoleiðis. Það þýðir ekki eins og rétt honum hann. Hann hleypur eftir mér að býta mig. Svo þegar ít honum frá bara bannaði að býta, þá grenjar hann úr hlátri. Hann er alltaf að taka duttun á hendin og segja dutta. Ég bara, já, hættu það á hendinni. Neldin í auga á mér þegar að setja því í stólinn. Hann er bara rugglaður. Já, ég held gaman á hann. Já, ég hef reynda gaman á hann. Að býta blöðan. Já, ég er ekki, hvað var maður að gera í því, hvernig, mér langar stundu bara að setja á Twitter, ég bara veit ég myndi fá svo mikið skít. Hvað var maður að gera ef að börnum hans er að býta hvort annað, því að svo eru þeir að býta hvort annan bræðinir. Ertu að spá ég að býta hann á móti það? Nei, sko, tengdamamma sagði að það var gert í gamla. Gamli skólinn lætur býti sápu, sko. Þú veist, ef þú þarf í alveg gamla skólan hana, sko. Já, gamli skólinn var líka þannig að, sko, ef þú var skripið með að reykja síkó, þá varstu látin reykja pakkan. Þá reykjar aldrei að þessur. Reyktu kláraði pakkan, í það standi yfir þér, svo klára pakkan. Það er eitthvað rosalegt reyk. Það er svona, já, það var. Hann er kannski svo lítill fyrir að býti sápu. Hann er búin að gleyma þetta nokkra dagana að býti sápu, sko. Ég googlaði eitthvað. Gætir þetta að reykja pakka? Ég googlaði eitthvað hvað er best að gera því að sko, svo beit Teddi hann og þá var ég reiður og svo veit ég má ekki vera eitthvað brjálar þá, ég googlaði þetta og þá kom eitthvað show him with love that he can do other things than bite, hand him a toy. Ég bara, herðu, hvað, ok, þú varst ekki að vera gamli skólinn, en þetta mun aldrei gamli. Það er alveg staðfest. Þú átt náttúrulega ekki. Ég á ekki að koma og segja bara við hann, hæ Teddi minn, viltu taka þessar bók, sko? Já, gerðu þetta frekar. Ekki vera að googla svona hluti, sko. Ef þú fer að googla það er ekkert í mig sem getur ekki sagt bara, herðu Teddi,
Svona gerir maður ekki. Já, en þú veist líka bara að þú fyrir að googla Akkur krakki minn alltaf að býta mig Þú veist eftir að googla því ykkur á rabbit hole Bara að sé með eitthvað hundæði Og hann sé bara, þú veist, allt í rugli með hann Það er eitt sem mátt aldrei Hann að er gera bara að Ef þú bíta. ert veikur eða slappur eða með eitthvað svona, ekki googla. Aldrei Því að þú googla enda bara á að halda á sért með eitthvað hræðilega sjúkdóm. Ef þú googla Það gerist nógu- í öll. Já, ef þú googla nógu lengi bara höfuverk Þá ertu að deyja, sko Bara eftir já. kortir Óttar ekki að googla neitt. Nei, allavega ekki eitthvað svona læknadót. En hvernig fyrir hann í leikskóla á Grisslingurinn? Sko, Teddy fyrir á mánudaginn, þá Já. líf mitt mun skána gríðarlega þá. En Matteo, hann er ekki komin inn, hann fer ekki bara þinn lokmánaðarinn segja. Já. Þannig að leið og Teddy fyrir á leikskólan, þá verður þetta alltaf gott. Nei, Nú, ég náði að lokmánaðar pústa verður- þessu aðeins út. Í lókmánaða verður allt frábært. Já, þetta er líka, maður á alltaf bara fyrir þakkláttur að fóra ekki verð. Nei, Því að það er ekki fyrir miklu þess. Já, mér er á dottu höfuð. Já, það það gerir er gott. verið tullutara. En herru, svo er annað að gerast í dag, drengir. 5. ágúst, hann er merkilegu fyrir þær sakir að Sveppi fokkin krull á ammali. Ég veit að það er það rosalegu dagur Já, þannig að við óskum okkar besta manni talandum að vera snar rugglaðin eins og svona minn að Sveppi það held ég. Já, já Ég veit Hann að er sennilega svo rugglaðist sem Já, hann er hann er kynst. það. hann er bara yfirbörða Það er enginn sem keppir við hann er rugglaðastur En málega er að hann er ekki mikið ammælsbarn Ég veit það Nei. Hann er svolítið eins og ég Hann er með drull saman Hann er með drullu saman Hann er með þess að 45 ár í dag, þetta er stóramali. Já, þetta er stóramæli, sko. Já. Akkur lestir Þú ekki myndir vera með 8-10 dagar ammali núna. Sko, ég las Þessa vikuna það var í 45. Ég hafði engar ágjör. Við varum erlendis. En ég las aðeins yfir honum, en ég gæti ekki fyllt því eftir, því að hann sagði við mig eitthvað, já, ok, við skoðum kannski að fara eitthvað út að borða eða grilla eitthvað. Já, já. Ég gæti ekki fyllt því eftir því að ég er búin að vera upp á spítala. Já. Annars væri bara álur pressa fór blöð, sko. Já, annars væri ég bara Já. ángríns. Annars færi ég heim til þessi kvöld bara og myndi byrja að drekka, hvort sem hann myndi fíla það ekki. Hann hendi sér eitthvað út að borða maður Ég trúi ekki Já, hann var að fara út að borða með fjölskyldinni, heyrði nú ég á hann mann. En svo á flugvellinum á þjóðati, þá var ég hann eitthvað fyrir utan flugvellin og Mushroom var þar og venjulegt fólk labbaði eitthvað inn í þessa litlu fríhöfnarna í eigum. Fríhöfn? Já, eitthvað, er þetta ekki... Já, það tala bara salin á það. Já. Hvað fríhöfn? Ég sagði frí, það, skilur, og farið eitthvað miða og labba svolítið vel. Þegar hann labba bara hringin í kringu húsið, beint upp ykkur að private vel og sippaði sér yfir. Já, hann fekk Mushroom. Hann fór ekki inn okkar og- mann til að skuttla sig bara. Já, Já, álur Það kongur, er sko. mjög vel gert, ég er reyndar skítrættu við þessar La Bamba-vélar sko. Já. Ég vil vera í alvöru flugvél sko. já, ég sko Ég fór í Herjólf. Ég gleymi Steindi aldrei flugum heim. Já, ég gleymi aldrei þegar ég fór á sjálfmótið í eigum Bara því ég á gutti Þá voru okkur flogið yfir afturöldingu Já. Bara í svona lítilli vél bara, Nó til. Já, það er virðist vera Já, budget í afturöldingu. Já, við fórum, já, það var Samt líka að lélegasta lukkutröll sögunar. Hæ? Goggi Graði eða hvað heitir hann hann? Goggi Graði? Hvað er þetta með Gogga Galva sko? Hvað minnur? Það er ekki lukku til afturöldingu Nú. Það er bara frjálsíþórtamót Það er bara einhver mörgja sem er að fylgja því En byrju, það var einhver. Goggi Galvaski, já, ég get að Nei, það er einhver mörgæs hjá ykkur. Já, nei, það er ekki mörgæs hjá okkur Einhver- Mörgæs, ég hef aldrei sér mörgæs Eitthvað spæta eða eitthvað, hvað djöfulinn var. Nei, ég held að við séum ekki með neitt Já, ég sá alltaf að það var eitthvað lukkutröll hjá okkur á viðbíðu. Goggi Galvaski. En ég get, jú, Er það hann? Með skoggi graði, betur en hann sann, sko. Goggi Persónulega, Galvaski búningurinn Þú veist, Er hann búningurinn okkur frá aftur En hvað er þetta? Já. Þetta er eitthvað, hvað þetta er? Sko? Það er eins og þetta sé ykkur önd á dælunni Ég, sko. ég veit. Já, já Hvað er þetta? Er þetta Já, ekki já. lukkutröll aftur Þú veist, nei, þetta tengist held ég ekkert aftur Þetta tengist bara Gogga Galvaska mótinu En þú veist, jú ok. en þú Þetta er veist- low budget búningur, sko, ég sé það strax. Já, En hvernig það efna á Þetta er Hvernig eitt og ekki flóið? flug fyrir yngri Já, flokk. þetta er bara að vera einhverju hent saman, einhverju drasli, sko. Það er eins og hérna, bara þessi fugl sé á dælunni sko. Það er líka bara ef ég verði spurður bara, herru, tekur þú goggaði í dag? Nei, herru, ég get það ekki. Ég myndi ekki láta sjá mig í þessu. Nei. Sérst andlitið það? Nei, það sést ekki Ég held að húsverðun og vakthafinu bara hent sér í þetta sko. Þú veist, þetta er bara þannig stemning Nei, Þetta er svona- auðvitað myndi maður þetta er svona ekki. stemningsgalli sko. Ég er bara að reyna að vera töff. Herru, en allavega En eitthvað að flóið yfir. Eitthvað að flóið yfir og félagi minn í nákvæmlega svona vél, svona 8 manna vélfattaru hann var að sko farastjórin sem var pappi minn hann fylgdi liðin Var sínjóri með? hann var sínjó, hann gisti með okkur í íþrórdósinu það var alltaf svona 2-3 pappar fengni með í þetta Maðurinn sem er bannar á tenni í dag. já, Tenerife já, ég minna hann bara já, Það var skýrsla í blökastinu. það var sínjó skísla en málið er að hann öskraði bara hvað djöfuln ert að gera drengur þá hélt strákurinn á svona 8-10 skrúum í lóa þá var hann að leika sér að skrú eitthvað drasl bara svona taka skrúur sem voru hálflausar
Hann vissi ekki, þú veist, bara skila þessu Sett þetta aftur, skrúa þetta sem þetta var Sem er nú nájaðast í maður Pappi minn sko, hann fekk bara panikattack í vélinni Hann var bara, þú var að setja þetta bara aftur sem þetta var Ég veit ekki hvað þetta var Við varum ekkert sama að það var eitthvað krakki að skrúa vélinni Nei, skrúa niður vélina og þú veist þannig að þannig eru vélarnar sko. Þú getur handskrúað þér í sundur á leiðin yfir sko. Þetta er þannig vélar Ég fer ekki í svona vélar í dag sko. Nei, ég er aldrei loftrættur. Þetta eru einu vélarnar sem ég er svona hrættur í og svona eins og ég kalla þetta La Bamba vélar eitthvað. Það er ekkert sem ég hata meira í lífin en turbulence. Jú, kannski langar aður og fólk sem kann ekki að keyra. That's it. En þú veist að Öddi pantaði eins og drikk þegar það var bara að vera að hnoða mann í turbulence. Nei, það er bara ekki satt. Það var löngu, nei, hann var ekki hnoðaður. Þetta er rosalega saga. Hann fekk eitthvað aðsvif og þá var búið að leggja niður og þá var búið að segja you're right. Ég sá hann var orðin góður. Þá ítti á bjöllun og spurði, get ég pantað eitt gin í tónik? Steindi búin að, við vorum daginn í einhverju partí og Steindi sagði bara sögun og hann er bara maður dáinn og ég var að panta drikk. Þessi maður, hann hefur verið svona 100 ára gammal. Nei, allavega. Og hann var eldgammal þessi maður. Og hann lá hann í jörðinni. Hann var bara eitthvað stressaður. Já, kannski verið með flugkvíða. Já, það var bara eitthvað fannig. Ég þó ekki að fá mér eitt drikk 10 tíma flug. Og blöðurinn er bara þurru þegar einhver gæi höndlar ekki að fljúga. Nei, málið er að, þú veist, hann var akkurat á milloka. Við sitjum sikkur með við ganginn og við erum alveg komin í gír, sko. Við erum alveg farin að finna þess á okkur, sko. Og svo liggur hann þarna og maður svona einhvern veginn fyrir að spá ég og við að gera eitthvað í þessu. Svo hættum við það. Þær voru farnar. Já, þær voru, nei, þær voru. Ein þeirra var þarna. Já, það var flugfreyja. En þetta var ekki lengur panik. Nei, hann lá ennþá. Hann lá. Þú sagði bara við hliðina á okkur. Já, bara alveg við hliðina á. Bara, þú veist, basically ef ég myndi sleppa dós svona til hægri þá hann farið í andlitið á. Já, hann var alveg við hliðina á okkur. Þess vegna var ég að snúða að hugsa og ég ger eitthvað. Þú veist, við vorum að ræða það manni. Og ég hugsaði, heyrðu, ok, við sleppum því og svo var hún þarna ennþá og þá segir Öddi við hana, þú veist, þetta er allt bara millokkar, bara sentimetra, sko. Heyrðu, gæti ég tekið eitt gin og tónik? Og ég bara blöð, þú verður að bíða með þetta, sko. Þá steg ég niður, sko. Ég sagði blöð, þú verður að bíða með drikk. Hún sagði ekkert mál. Já, ég meina. Og ég fekk gin og tónik. Og hvað heldur að Steindi að gera þá? Panta sig gin og tónik. Það gleymið því stundum í sögunni, sko. Já, þú braust í sinna, sko. Ég meina, á einhver tíma stóð hann bara upp að sem aður, ekki? Og allt endaði vel. Já, endaði allt vel, sko. En þetta leiti ekki vel. Jó, það dó enginn í vélinn. Þetta var Steindarinn að láta mig lítið í lút. Nei, þetta var alltaf. Við erum með þannig, sko, lægi hérna á hann þegar að byrjaði Kickstart með Heart af því að þetta er búið að vera bara hjá okkur endalaust. Það, ég fekk fyrir ekki magan að þetta myndi mig svo á þjóðatíð þegar lægið byrjaði og við vorum að bíða baksvis og þið voru alltaf að segja mér ei, bítu, ekki tala strax og lægið er alltaf magnast djöfull gaman. Leta að rúla ekstra lengi og líka háaðinn í krátinu 20.000 manns öskur allir í kóð þegar lægið kemur á það er gæsa húð. Já, fólk að þyrspasta svinn. Við náttúrulega sögum þetta í blöðkastinu, það er nokkið allir sem er ásköndur af því, þannig að bara takk fyrir okkur. Elsku þjóð, það er aldrei skemmt mig að vel maður. Bara algjörð þakklæti hérna. Við dyrkum ykkur, það er bara þannig. En, herru, þátturinn, það er þann þáttur, ammælistáttur Sveppa Krull alltaf að kalla hann. Samt er ekkert með Sveppan. Kemur ekkert mushroom í ykkur og slæður letta strengi og var ammæli og eitthvað. Hamma með eitthvað heima hjá sér eitthvað. Hann ætlaði reyndar að taka þáttur fyrir mig ef ég hef ekki komist. Nei, hann er með eitthvað iðnaðarmann. Hann var að smíða vegg í garðinu. Hann var smíða ammælistinn. Hann er bara full. Auðvitað. Kjafta er þetta. Ég er alltaf fullur ammælistinn. Blöð er ekki að smíða þegar hann ammæli, sko. Hvað það, ég verið 45 ára á föstudaginn. Já, þegar þú segir það, sko, það er náttúrulega föstudagur og þetta er stóran. Já, þegar Blöð ammæli á föstudegi. Já, hvað þá 45? Við hefðum tjekkað okkur inn á okkur hótel eða verið erlendis bara friðmið. Ég átti ammæli á föstudegi síðast. Já, það var rosalegt. Hvar væri við núna? Án gríns? Við vorum á Greenhouse, mástu. Hvað er alltaf að halda næsta ammæli? Nei, ég er að tala 45 ára, þú veist, á föstudegi. Já, það var stórt. Ranga og Greenhouse, hvað eru næsta? Ég veit ekki, kannski bara heima. Það er eitthvað planeta, bara rári í þetta. Já, ég skoða þetta. Ef það er ekki hlaupa, þá er þetta á lögadegi, þannig að það verður pottitt eitthvað skemmtilegt. Við erum með þekkið ekki á sínum stað, við erum með klefa sem ég veit ekki eins og hvað er Steindi því að þú fórst einni klefa þegar ég voru upp á Slysó. Já, ég sko, ég ákvaða, víst að þú varst ekki með, þá ákvaði ég að taka alnafna. Frábært. Það er tjöfull þegar ég gaman. Ég getur þetta að pissa á meðan. Já, ég elska það. Já, það er bara ekkert í þess, það gerist ekkert. Jú. Það er engin æsa síðan eitt hannig. Nei, sko, þetta var mjög gott í dag. Þetta er besti alnafnaklegin. Eitt símtalega, tvö. Nei, þetta eru 3 símtur. Og ég bara tók stöð af fólki og bara svona spyrja út í nafnið og helgina. Við erum með spurningkeppni, gerist það hans? Já, ég er ekki svona að spyrja það. Hvað er í dag? Þetta er svona, í rauninni
nett árulegt koncept en út af COVID þá datt þetta út í 2 ár. Þannig ég er með King of Gay Pride, það var á morgun. Já, það er fyrsta gleðigangan í, 2-3 ár? Gleði vikan er hafin. Já. Nú eru allar hátíðir og allar veislur og allt í gangi hérna Gay Pride sjálfsögðu á morgun. Og ég ætla að velta hver er kókur þar? King of Gay Pride. Ok. Svo erum við með Sturla staðreyndir sem áttu nú að vera í síðasta þetta, komist ekki inn, áttu líka að vera í síðasta þetta við sumafrí, komist ekki inn, þær komast inn í dag. Ég líka veit sem það er að komast inn. Stuðlagið sem hefur ekki verið í, ég líklega 8 til 16 mánuði. Sjáum til með það. Ég er með rosalega frétti þar. Nú, betur hvað? Eitthvað nýtt? Já, ég væri að sagt nýtt sko. DJ Alligator var að gefa út lag með Steve Aoki og Timmy Trumpet. Þú fari ekki með rosalega kombo með það sko. Ég verði að spila það. Er ekki Timmy Trumpet þarna sem er besti DJ heimi? Besti live DJ heimi. Hvað heitir þetta lag? Sko, DJ Alligator á hann að Whistle. Hann hefur gert hann að blóma Whistle Blow My Whistle. Mást ekki því, það er gæðast lag. Þeir eru basically að taka það og setja það í glænýja nærbuxur. Það er besta lag sem ég hafa henni heilt. Er þetta sama lag? Já, þú veist, í nýjum nærbuxum. Hvað varðum að gera sko? Sko, líklega flóki bara að taka reynslu og svo eftir það. Gefur út sama lagið aftur. En hvað hérna, það er ekki mikið að gera í honum. Þetta er stórt fyrir DJ Alligator, hann er mökkað núna. Þetta er stórt fyrir hann. Hvað er með marga á Instagram, DJ Alligator? Hann er enda þykk, hann er mjög þykkur, mér finnst alltaf Instagram. Hann er influencer, hann er nettur svona Rúrik og Gilsi og Gumi Kíró. Talandi Rúrik, hann var á þjóðhátíð. Hann var ekkert í pollagal eins og við. Bara lappaði eins og hann væri að fara að sitja fyrir. Hann fekk einhver tailor-made eitthvað frakka frá 66. Ég sagði, hvað keyptir þetta? Þetta er ekki fram í búðinni sko. Nei, þetta var tailor-made fyrir hann. Lappaði hann bara inn og sagði, ég ætlaði að smíða fyrir mig 66. Hvað viltu Rúrik? Og útskýrði hann bara og fekka það. Já, þegar ég fyrir 66 og lappaði bara svo allir aðrir í búðina og kaupa það. Já, þú veist, ég fæ bara og kaupa eitthvað sem er í hillunni, þú veist. Það eru Alligator með 1,3 M á Instagram. Hann er the shit. Það er meirinn í hætt. Hvað hérna þetta lag sem heitir Whistle? Já, meðlega hann er með líka var að posta mynda sér með Timmy og Steve Aoki hérna. The Whistle, er þetta lag þannig að það heyrist í flautu? Það er ekki allir Whistle-lag. Þannig að þetta er það lag aftur. Allir sem elskar rap-tónlist, allir tekno þessu út, ég veit hvaða lag Whistle er. Ef við verðum að spila það, annars verð ég mjög reiður. Ef við höfum tíma þá fyrir við stuðlagið. Ef við höfum tíma því að við ekki að spila það. Þetta er basically nei sko, það var nei hérna bara. En af því að okkar besti maður á afmæli í dag, þá ætla ég að opna þáttinn á. Þeir kom til okkur í blökastöðin daginn, Eiður Smári og Sveppi Krull. Þar var spurt í þekkið ekki hvað uppáhaldslag þetta allara tíma. Þeir sögðu báði þetta lag, það heitir Sympathy for the Devil og Sveppi, til hann ekki ammælið besti. Held að það er aldrei, Sveppi örgulega byggði einhvern þetta lag þegar við vorum á þriðjudögum. Rolling Stone Sympathy for the Devil fyrir ammælið. Svakalegt lag sko. Alveg sturla dæmi. They don't make them like they used to. Nei, þú sér það, þetta er 7 mínútna lag. Ég man að það var eitthvað sko, það voru lög í gamla daga, þú veist, Metallica og fleiri hljóðstir sem bara fengi ekkert út á spilum. Of löng lög. Já. Og þeir bara, það ekkert. Það er bara eins og hvað er í dag, menna, veist, eins og Rolling Stones og Beatles, hvað eru að tala um þetta, hvað er stærst í dag? Bara Bieber eða? Alltaf minnað með þessar rockljónsettir. Já. En sko, Kaleo er hot shit. Hver? Þeir eru að fylla venues út allan heim, Kaleo. Já, kannski ekki alveg, þeir voru að hita upp fyrir Rolling Stones sko, sem er þetta rosalegt. Við erum tím Kaleo, ekki spurning, en ég myndi ekki setja það er ekki, þú veist, þetta breyta svolítið, eða ekki, svona umhverfið í tónlistinni. Já, þetta er náttúrulega svolítið. En ef þú ert að tala samt svona dyrkunina í kringum þetta, skilur við, bara eins og Beatles voru með. Já, þá er með Bieber og Rihanna og þetta. En sko Rihanna, eins og hún heitir, ég er búin að reyna að segja eitthvað. Má ég ekki segja Rihanna? Nei, hún heitir ekki Hanna. Það tek ég háið út eða? Hún heitir Rihanna. Rihanna. Háið þér. Já, hún er jóðinn. Já, hún er ekki Rihanna. Ekki Rihanna. Eitt enn. Það er ekki Hanna Montana. Rihanna. Það er svo sorgleitt að hún sé ekki að gefa tónlist. Já, hún er ekki að gefa út lag í 5 ár. Það er 5 ár. Hún ennir því ekki. Það er mikið að cash. Já, ég verði til í lag. En herða slúður, drengir. Ég má ekki tilbaka. Ég ætla að byrja á Megan Fox. En hún er að hugsa að stopna OnlyFans aðgang vinkonu sinni. Já, vinkonunar er raunveruleika stjarnan Kourtney Kardashian. Það er tvær að fara að opna OnlyFans. Já, OnlyFans er náttúrulega ekki bara. Nei, það er mitt það sem ég ætla að spyrja ykkur. Þetta er ekki bara eitthvað sexual eða? Nei, þú veist, en konceptið er að fá alla horni lagamenn í heimiðarnir, sko. Þú veist, þeir sæna sér það sem er konceptiðarnir, sko. En hvernig? Ég held að geta líka verið bara íþróttaþjálfari eða whatever sko. OnlyFans. Ég held að það sé ekki margt. Íþróttaþjálfari. Þetta er ekki bara svona að síða með áskutavegg sem ég tók yfir, skilur. Bara handboltaþjálfari og OnlyFans.
Svo bara borga ég 1490 á mánuð og þú segir mér bara hvernig ég á að kasta handbolt. Það mjög spes Það er samt þannig sko. Menn eru það er að fara að sæna, það er að fara hann inn og taka sexy myndir af sér og setja það inn. Þetta er ekki flókið sko. Og það er að fara rakina. Þetta verður alvöru kæs ekki með þarna. Þetta verður eitthvað bara stjartfræðilegt. Það er vantilega að bæta the record þarna inn. Alveg 100%. 2 saman með sama account. Já, en er þetta ekki líka bara til að plugga og eitthvað svona? Það er sátu fyrir daginn hjá undirfattamerkinu Skims sem er náttúrulega Kim Kardashian á og ég veit ekki. Þetta verður vantilega bara eins myndur og að posta á Instagram alveg 100% sko. Þetta verður ekkit En akkur eftir að borga fyrir þeim. Við mest að tala um einhverja Instagram er frýtt. Ég veit, en menn munu sæna sig inn að vona að það kom eitthvað meira en að setja á Instagram, en ég get lofa að það sín verður nákvæmlega eins. Já, kannski. Það er alltaf að posta mjög svona bara, einhverjum fallegu myndum að segja á Instagram. Þetta verður eins, en það er rakin. Já. Sigrún byrjaði að horfa á Kardashians dæmi, hún átti þetta alltaf inni. Já, ok. Á fyrstu seríunar af Kardashian eru mjög skemmtilegar. Ég var alveg að fan sko, áður en þetta varð of mikið. Ég bara datt inn í einhvern þátt í einhverju seríu, ég veit ekkert hvenær og hvar og ég bara festist áður ég vissi að það var ég bara sestur og að horfa og ég var ekki að horfa á neitt. Það var ekkert í gangi sko. Það var bara drama eða ekki? Nei, það var ekki eins og það var bara drama. Já, þú veist, en þetta var bara ekki neitt. Ég settist þetta neð, þetta er mjög spes. Ég elskar reality TV svona inn á milli. Já. Eins og ég datt inn og ég er að taka komna þátt 3 eða eitthvað. Það er einhver Joe Millionaire eða eitthvað líka. Það sem að það er einhver hópur að viti ekki hann er fátækur. Eitt gæinn drullar peningum, eitt gæinn á ekki krónu og það veit ekki hvor er hvað fyrir en að serían er búin og það er alltaf að giska á hver er í kassið og hver ekki og þeir náttúrulega vilja konu sem vill bara fyrir sig en ekki út af veskinu. Þannig að gott drama, mikið verið að gráta og leiðindi og þetta er svona bachelor-feeling. Ég glápi til dæmis á ég veit ekki hvað, ég skammast mig fyrir það hvað ég er búin að eyða mörgum klukkutímum í Love Island. Ég festist yfir þessu. Er ekki Gucci TV? Jú, það er breytar eru oft með skemmtilegan húmor eitthvað en það er ekkert að gerast þarna. Svo sit ég bara hlýtur nú að horta eftir einhver dramatík. En er ekki fólk í sleik og eitthvað? Jú, það er ekkert að gera neitt fyrir mig. Horfðu okkur að tvítu að krakka frá Breitlandi sleik sko. Ég horfði á Trainwreck, hafið séð það? Woodstock 99 Já, ég búið með 2 þætti eftir þeim. Það er rosalegt. Ég kláraði þetta, ég sko, þetta er svona ágætis klúður. Já, þetta er allt í lagi bara, fínt að horfa á þetta. En þetta er svona, maður svitnar smá á bakinu að horfa á þetta. Þetta er mesta klúður bara. Hvað fólkuð er mest upp hana? Þeir voru bara svo nískir. Nei, þeir bara klúðuðu hátíð. Spurðu í allir umgjörðu það? Já, bara að láta þrífa. Allt og margir? Já, það er 200.000 manns 250.000 manns. Já, svæði höndlaði. Já, nei, það var ekki ruslatunur. Það var bara, þeir voru að spara á öllum stöðum sem að þurfti sem mátti ekki að spara og leið að selja 200 smiða, hafði þetta bara í lagi. Fólk mátti ekki taka vatn með sér inn á svæðið þegar það var að selja vatn á bara eitthvað og það var 40 stiga hiti á okkur $12. Já, flaskan kostaði $4 þegar hún út í búð kostaði þá 50 cent. Jesus. Og þú morlenda að dreifa þér free water bottles og allar, það vilja að fólk drekki. Fólki vatn, svo er það, já, ég er eiginlega bara með 2 múla. En Britney Spears, hún fór á bar í fyrsta sinn nú á dögunum. Hún tók það upp og setti það á Instagram og já, henni fannst þetta risa stund því að hún náttúrulega henni var banna að drekka áfengi og vera innum áfengi hérna þegar hún var í þessu, hvað segir maður, fjölskyldu fangelsi sínu. Þannig að hún var mjög þakklátt og hafði mjög gaman að þessu. Ég veit ekki hvað ég segja frá þessu. Minnst þetta geggjaslúður. Fór hún á barinn og pantaði sér bara kokteil? Ég veit ekki, það stendur ekki hvað hann pantaði. Hvar var þessi bar? Var hann í LA eða? Veit það ekki heldur. Nei. Það verður gáðið eitthvað bar þetta var og svona. Já, þú varst ekkert eitthvað. Jú, hún fekk svo kokteil. Já. Er það ekki? Já. Strawberry daiquiri eða? Svona eitthvað grænn emoji kokteilin. Jú, segjum bara að fengið sér strawberry daiquiri. Piparmyndu kokteil. Já, en allt svona emoji var þannig. Og já, svo var síðasta slúðrið að það veit bara enginn hver þetta er. Það er hann Dane Cook, muni eftir honum, grínisti. Var ríkala vinslætt fyrir ekki svo löngu síðan og var að fylla Madison Square og eitthvað. Svo bara hötuð allir aðrir grínastir hann. Þannig að hann svona einhvern veginn datt alveg út úr lúpunni því að hann var sakaður með að vera stel efni og eitthvað svo leiðis. Ég googlaði hann einhvern veginn. En hann fór á Skeljarnar núna daginn og ég bað kærustunum sinna sem er 27 árum yngri en hann. Og það sem að vakti gríðalega athygli í þessu öllu saman er að inn í þessu stóð his long time girlfriend en hún er 23 ára. Þannig að ef þetta var meira en 5 ár þá er hún leiðin í fangelsi. Og hann er núna svona að sverja fyrir það að þau byrja saman þegar hún var 18 ára.
Og segir að það er að deyta í 5 ár, basically. Þetta er þundjaður blöð maður. Hún var 18 ára og hann 45 ára þegar við byrjuðum saman. Ég ánaði með að pakka á blöð þetta. Þetta er bara Það fylgdi með. Hann fekk að koma í Cool. lokin. Allt að gerast í Hollywood. Við skuldum auglýsingar og svo fyrir við hér í þekkið ekki Klefa og fleira. Where did you go? Með Jax Jones og Minek. Þessum að finnst mér að viðbjöður. En örgulega einhverja nóti sem hefur gaman að þessu. En þeir að hlusta hér á FM 957. Og herru, okkar maður Rúrik postar rosalega myndum frá eldgósinu. Já. Hann var ekki lengi að fara upp yfir hann er sko hvað segir maður, international influencer. Já, þú veist, hann er ekki bara að leika sem Ísland sko. Hann er að hjálpa okkur að dælinn ferðamönnum minna. Já, flotta myndir í honum. Ætli þið að fara? Og Svalir Sterti í síða sko. Ég líka. Já, ég fór ekki síðan sko. Ég sé þetta svolítið mikið á gramminu sko. Já, ég held ég sé ekki að fara. Ég held þetta geri ekki mikið fyrir mig. Nei. Ég verða að vikna það. En svo er maður líka að hitta fólk sem ég hefði haldið að það væri heldur ekki að gera mikið fyrir, sem segja þetta sig ekki, sem kom og segja bara þetta er reyndar alveg sturla sko. Ég myndi fara. Þetta er eldgós sko. Þetta er eldgós. Ég ætla ekki að segja að ég fari pottegæði. Kemur örgulega óvart. Þú segir núna ældin ennisviki sem myndur að fara og greinin hérna sko, ég er að lesa á vísi hérna. 3 fluttir slasaðir frá góðstöðunum í nótt. Já, allt í ruglið. Ég er að spá í henni sko. Mál er að, þú veist, ok, fyrstu 2 það er alltaf leið sko, þú veist, ok, eitt sem sneri sig á ökla, ég gef hann það alveg, þú veist, þetta er einhver fjallganga. Þetta er líka nýbyrjað eftir að gera alla stíga og allt þetta sé. Annar fann til í fæti og þriðja sem rasað hafði í hraunið. Ég þurfti að lesa setningu frekar oft sko. Hvernig er þetta að rasa í hraunið? Og hvað? Þá ertu komin helviti nálægt sko. Brenda sig allana? Nei, það fylgir ekki sko. Brendi hann náttúrulega bara dáin þá. Nei, það er að hella í sig. það var nú örgulega önnu frétt ef einhverju dáið. Já, það er kannski ekkert gríðarlega skynsalegt að vera hell í sig og labbað eldgósi. Fólk tekur bara bakbók og beer með Já, en þú veist að skála þarna og grilla pulsur og svona. En þetta er frábært þetta gós. Gott fyrir túrismann. Já, þetta er líka Instagram-vænt gós. Já, þú kallar þetta nú Instagram-gósi? Já, minnst þetta er Instagram-gós í rauninni, því þetta er langt frá flugvöllunum. Þetta er ekkert vesen, flugvöll að geta lent og þetta er fullkomið fyrir tourists. Og sér, Instagram er nummer 1 á Íslandi, Rúrik, hann er búin að document. Já, þannig að þetta er bara skemmtilegt. Já, ég hugsa mér þess að ef ég myndi nenn að labba þarna, þá myndi ég alltaf setja mynda með Steindi á okkur sem líklegastur að fara hana. Hann þú gaf hann að ráðu. Já, ég er örglegt. Hvað er maður lengi að labba þetta? Ég nenni nú ekki. 2 tímar heyrði ég einhvern mann. Þetta get ekki 17 km fram og tilbaka. Já, þá var Steindi farinn sko. Þú fórst 22 mástu í hlaupinu og rúlaði því. Ég sé bara, er ekki hægt að leiða bara fjórhjóla eitthvað? Nei, hvað heldur þessi fólk að koma á fjórhjól? Já, fólk er að koma á krossurum sko. Jú, bara að fara á þyrlu. Fólk er á krossurum. Já, reyndar. Og bara þyrla þarna. Það er erfitt að fá þyrlu núna. Já, just ég væri til að standa hana. Ég nenni ekki bara að fljúga yfir þetta sko. Herru, hættum þessu væli og förum í dagskrárliðinn þekki eða ekki. Já. Okkar uppáhaldslag er komið undir. Okkar uppáhaldsfólk, herru, KTRN og nýbúinlegna spatt til hamingju með það. Já, til lukku. Hlusta. Já, geggjað. Hvor ekkert vill byrja í dag? Já, ég er nú vanur að henda mig fram. Viltu fara á prentarann? Já, ég kíkja fram. Ok. Steindi fyrir á prentarann og Egill byrjar. Sko, það eru, mér finnst það skemmtilega. Ég veit ekki hvort það sé erfitt hjá mér í dag. Það verður bara komið ljós. Mér finnst það mjög oft erfiðar hjá þér. Já. Og ef þú heldur þessu erfiðar, þá er það erfiðar. Það er ekkert eitthvað Gerum okkur besta. En það er ekkert sexual í dag. Ok. Þannig að það eru alveg svona þægilegar. Takk fyrir það. Fyrsta spurning. Hvað er það gáulegasta sem þú hefur séð Steinda gera? Við fekk hjálp á Insta frá fólki og ég þakka fyrir það. Er þetta spurningar frá... Allar koma frá Instagram. Það er rosalegt. Já. Ok. Sko, gáulegasta sem ég séð hann gera. Það er svona 2 hluti sem poppa upp. Og ég er alltaf fyrir mig hvort ég á að velja. Það er annað atriðið hérna þegar hann fer alveg off-grid þegar hann er erlendis og sér ekki brotist inn hjá hann. Það er mjög sniðut. Þú sér að það hefur ekki ennþá verið brotist inn hjá honum. Nei, ekki þér heldur. Hann fer, þegar hann er úti, postar hann engu. En reynda kannski fyrir glæfum hann að spotta það. Þegar hann postar engu, þá veit hann að húsið er tómt sko. Já. Þannig að þetta er ekki gálega. Hvað er hitt? Þú ætlar að vera að velja hitt. Það var hitt þegar hann var gjössamlega að missa allt kontról á barnaðamálinu hjá sér. Og það var komið hostile crowd og fólk var eitthvað svona Steinþór, hvað er pulsuna? Og setti grills á grillið. Ok, það er gáðulegast svona síðan gera. Já, bara völlu. Já, ég held það sko, það var vel leist sko. Ég get grilla á henni í 300-400 manns. Ég sveit ekki við það sko. Herra, það fyrir upp einn næstum. Ok. Hvað ertu þreyttastur á að útskýra?
Hvað er svona algengast það sem þú ert spurður eða sagt við og þú ert að útskýra? Sko, ég held ég hafi mjög hátt tolerans fyrir að sko útskýra hluti fyrir fólki. Já. Og ég oft skammaði fyrir það þegar ég var á jamminu að þú veist, það kemur einhver random fyllibut upp á þér og ég get svona, ég gæti verið bara til 20 minúti í hotni Ég held að ég viti svarið þitt. Já. Sko, er það að sé óholt að borða pop? Já, sko, ég veit ekki hvað, ég vorti við sjöfum það að gefur ykkur lappandi upp að það bara er óholt að borða pop? Já, sko, það er óholt. Er óholt að borða pop og spurningu til kreatinhleðslur er algengustu spurningar sem fæ á fyllibutum. Ég er mjög gaman að svara spurningu þegar ég er í vinnunni og fæ clients. Já. Þegar, veist, þá áttu bara í vinnunni og ég er gaman að ræða þetta við fólk, en þegar þú ert að helli inn í bæ og veist, þá kannski hefur tabarkaðan þólumæði fyrir kreatinhleðslum og poppinu sko. Og sér líka sem að, þú veist, ég lend stundum í þegar ég fæ svona unga hressa eitthvað mestara sem eru alveg mökkaður og spurja mig kannski 10-15 sinum á kvöldi hvernig ég fer að vera svo mikill meistari. Já, það verður heldur þreytt. Ég ætla að segja bara poppið. Pop. Þetta er bara það sem þú sagði hann í lokinu, bara með óþægilega. Nei, ég hef lent bara í þessum daginn sko. Það var alveg farin eitt sko. Þannig þú ert að útskýra fyrir þeim hvernig þú ert svona mikill meistari. Já, þú veist, það er alveg gaman í fyrstu 2 skiptin sko, síðan verður það að vera búið sko. Akkurat. Hvað finnst þið besta uppfinning allra tíma? Wow. Ég myndi segja að það er annarkvæmt AirPods eða iPad. Sko, iPadin er eins og snuð í rauninni. Þú ert að veitingasta erlendis og hendi krakkarum í iPad, það er bara mute-taki. Þannig að það er eiginlega ekkert eðlilega góð uppfinning. En síðan líka AirPodsin líka, ég elska þau, en Þetta meina, hvað var flugvél eða bíl eða rafmagn eða? Ég meina, þetta eru þín svör. Hvað er iPad? Ok. Og þegar þú ert á ressa og krakkarnir eru kræfandi, þú kveikir á okkur drasli og setur það framann og það er bara þögn allt í henni. Nefna krakki eins í Matteo. Það sem var að venja börnin mjög snemma á skjáin sko. Ég er að reyna það við Matteo, það er ekki hægt. En svo er allir aðri sem segir mér alls ekki að venja á eitthvað svona skjá. Nei, ekki hlusta á það. Nei. Hvað er skrítnasta hrós sem þú fengið? Skrítnasta hrós Ok. Líklega, þetta er alltaf ég fyrir að hugsa bæinn og eitthvað svona lendir í shit. Er þetta alltaf fyllir í það? Þetta er, þú veist, stundum. Ég myndi halda það væri þegar ég var downtown einu sinni og kom bara svona random lagamaður að mér og byrjaði að tala ensku um mig. Og ég spurði okkur tala ekki bara íslensku og hélt hann ég var í Matthew McConaughey. Nei, sverðu þetta bara bönni? Já, ég sagði það, ég er ekki Matthew McConaughey, ég var með krullað hár, liðað hár hann. Sverðu þetta bara bönni? Okkur það er ég að sverja, ég er ekki bara að segja. Þú mátt ekki ljúa. Maður er hreinskilin í þessu lið, ég er alltaf að segja það. Þetta er loka svar og gangi Steinþóri vel að gíska hvað þetta. Þegar ykkur hélt að ég var Matthew McConaughey. Ruglaðist á mér. Já, herru, dröllaði fram. Nenni ekki að hafa það hérna. Enginn halda það sko, svona 10.000 svona mynd. Herru, kemur Steindi. Já, það var erfið, þetta var ekki viðbjóður, þetta er svo byrli. Já, herru, hvernig erstu? Ég er bara geggjaður. Ég hitti Ævar Gudmundsson hérna frammi og hann vildi meina við komið góðsinn á stað. Já. Hann var svo ánægð með okkur í þjóðatíð. Geggja. Það skila kauði til. Það var í skrítið, hann var í neikvæður, ég hef ekki séð það. Nei, hann var bara í vodka redd alla helgina það. Hann er bara svo nýr. Hann verður ekki þunnur. Það er rosalega. Hann er tortimandi. Hvað er það gáðulegasta sem þú séð Egil gera? Það er bara ekkert. Nú er ég bara að vera heiðalegur. Það er ekkert, í alveg. Má ég segja það? Gáðulegast sem ég sé að gera. Það svarið þitt, ég er þetta að fíla það svar. Ég held ég aldrei sé að gera neitt gáðulegt sko. Bara ekki við berum augum bara. Það getur ég ætla að hafa það bara. Nei, það getur ekki verið ekkert. Já, þetta geggja svar. Það sko, að mitt eftir eitt í hug. Það var þegar hann gerði tenni Excel-skjalið þarna, skipulaði tenmastu, það var þú veist, þá þurftum maður ekki að hugsa, hann var alltaf búin að ákveða hversu. Það er svona gáulegt. Nei, ég meina, þú veist, nei, það var ekkit gáulegt, þú veist, ég er að finna eitthvað sko. Þú veist, það er bara þannig að skipulaði tenni fyrir okkur. Já, þú veist, þá þurftum maður aldrei, maður mætti bara á bakkan og maður vissi ekki, þú veist, já, við erum að fara þangað í dag og svo í kvöldi, ég er búin að bókina staðna og maður þurfti ekki það var þægilegt. Það var mjög þægilegt. Ég gef honum það. Þá er það spurning 2. Hvað ertu þreyttastur á að útskýra? Mjög líklega fyrir fólki að ég sé ekki alltaf með bleiu. Nei. Ertu að útskýra það fyrir fólki alveg? Ég fæ mikið að Steindi,
ertu í bleiunni? Það er svona að vera að spyrja mig hvort ég sé í bleiunni sko. Eins og þetta sé bara eitthvað svona eilíðar bleia. Þetta var náttúrulega skjöldu til að byrja með. Hreindýri líka. Ég er mikið spurður sérstaklega af einhverjum svona veiðifólki sko. Hvort að hvar ég er að veiði þetta. Já, ég er ekkert grínast þér. Ég fæ að meðaltali sama hvað ég er að reyna. Ég held stundum að gríni þetta þegar við erum alveg pottið dráðið bara ok, það er enginn að halda þetta sé for real. Já. Ég held að sé alveg kannski svona 5-10% sem halda þetta sé satt. Auðvitað. Og máli er að það er bara sturla dæmi. En veistu hvað er margir? Fólk heldur í alveg og þú sétt bara að hlaupa kringluna eftir einhverju stelpu. Já, tala ekki um það líka. En ég menna að þú veist eins og bara það er fullt að leiði sem kannski stillinu núna. Já. Heyrir Egil tala um þetta hreindýr og svo bara er það farið út úr bílnum og heim til sín. Já, það er ekkert allir sem hlusta á alla þáttum. Þú hefur hitt veiðið fólk sem heldur að þú sést bara að skitta. Bæði hitt og þurft að svara hérna á Instagram mikið. Ég fæ reglulega ennþá hérna og bara verið að spyrja mig svona að mér hefur verið boðið í veiði sko. Hvort ég vilja koma með í veiði. Ég er ekki sem með byssuleifi sko. Ok, hvað er svarið? Já, ég ætla að segja þessi hreindýrið. Nei, hreindýrið er svona. Ok, þú eigir ekki hreindýr. Þetta er allt svona mjög svipa ratio á þessu sko. Já, það er bara já, sem sagt, ég eigi ekki hreindýr. Ég er alltaf að segja fólki að ég eigi ekki hreindýr. Já, ok. Ég hef ekki séð hreindýr. Nei, það var það næsta. Hvað finnst þér besta uppfinning allra tíma? Sko, alltaf tölva og sjónvarp. Internetið er náttúrulega mjög, þú veist, ljósapera. Já. Þetta er allt mjög merkilegar uppfinningar. Auðvitað. Maður myndi ekki sjá neitt nema að væri ekki búið að finna peruna sko. Við myndum alveg sjá eitthvað á daginn og svona. Já, og maður hefði ekkert gaman að vera í tölvunni eða það væri ekki internet í dag. Og það geta að spila við ykkur. Það væri ekkert internet eða það væri ekki tölva. Nei, ég segi það. Hvað ætlar að segja? Þetta er rosalegt í dag hjá þeim maður. Já, ég held að það verði ekki mörg stig. Veistu hvað, ég ætla ekki að segja neitt að þessu. Ég ætla að segja að því að sko, segjum að væri ekki til internet og ekki einu svona ljósapera, þá gætum við alveg, þá væri meira til að væri til flugvél. Að við getum farið úr myrkurinu hérna. Já, og farið til útlanda. Ég ætla að segja flugvél. Flugvél, bestu uppfinning allra tíma. Ég tek eiginlega bara svona billi. Við erum bara hérna í Íslandi og allt í henni bara komið til Asíu. Já, þú veist, þetta er erfitt já, sko. Já, ég held að þetta farið 0-0 sko. Svo maður að keyra upp í Mosó eftir og svona, skotin maður, ég hefði að segja þetta. Já, gerist það stundum með það? Nei, reyndar ekki. Síðast spurning, hvað er skrítnasta hrós sem þú fengi? Skrítnasta hrós? Já. Já, það... Skrítnasta, það ég hugsa mitt sé bara, ég sé ekki það sköllótur. Hvað er að segja það? Það er mjög skrítið hrós ef það er hrós. Þú veist, þú ert ekki það sköllótur. Þú veist, ef þú safnar það, þú veist, með fullt að hárið saman. Jó, þú veist. Ég veit ekki, ég meina, þú veist, það er engin, þú veist, skrítnasta hrós. Það er ekki sagt við mig bara, heyru, cool fiðla, bro. Þú veist, ég á ekki fiðlu. Þú veist, þetta er ekki svona, ég á ekkert svona skrítið. Nei, ok. Ætla sé ekki bara, það var endar eitt sem hrósaði mig fyrir að vera góður í Call of Duty. Já. Sem er ekki rétt, sko. Af því að ég bara er mjög lillur í leiknum. Þannig það er mjög skrítið. Ok. Honum fannst það. Honum fannst ég bara að vera búin að bæta mig. Ok. En ég vesna, bara vesna. Herru, þá kemur Egill inn, eins og ég sagði, ég held að vera ekki mörg stig í dag. Ég var svona að fatta að það er erfitt að svara fyrir hinn. Já, það er mjög erfitt að svara þessu bara fyrir sjálfans. En ég var svo ánægð með þessar spurningar sem ég fekk senda hérna á Insta og ég mun örugglega að biðja liðum að senda aftur næsta fösta. Fínt að sko að hlustundur eru að hafa það alveg kræfjandi. Já, það er líka erfitt að finna alltaf nýjar og nýjar. Þetta eru 4 nánast í hverju viku. Það gæti verið 0-0 strax. Þetta gæti verið þannig. Herðu, vonandi ekki. Ég spurði Steinda Egill, hvað er að gáðulegast sem við séð Egill gera, hverju svaraði hann? Steindi hefur ekkert séð mig gera neitt gáðulegt held ég, það var ángrín sko. Eða þú veist, ég veit það ekki. Drekka vatn eftir 3 rauðvíslöskur eða, nei ég er að hugsa sko. Herru, þið rakkið mig alltaf niður fyrir það þegar ég er að drekka vatn. Ég veit að séð menn drekka mikið vatn. Þú voru bói sko. Það er svo 6 lítra á okkur hálftíma. Maður pissaði mikið í vilni. Þetta er svo ég verði ekki þunnur. Það er ekki hægt að sitja við liðina. Það er alltaf að fara mjög. Þetta baði aisle seat. Þú drekkur það mikið vatn og getur ekki vass eitrun. Það mikið vatn. Jú, það er hættulegt sko. Herru, ég held að það eru öruglega. Þú veist, ég sé ekki alveg hvað getið Steindór valið. Alltaf sé ekki bara því ég sprautaði og græjaði þessa grislinga sjá. Já, þú regnaði spöld. Já, hann alltaf sáði ekki gera það sko. Nei, þú veist. Ég ætla að vona ekki. Já, þú veist. Já, hann var að sjá sko. Þú sást það ekki það. Nei. Herðu, hérna, nei, hann sagði ekkert.
Já, jú Ég var nálægt. Ég basically sagði það, en þetta half a point. Nei, ég breytti sko. Ég breytti Tenniskipulagið þitt Já, það var gott skipulag. Hversu áttum að fara út að borða og allt svoleiðis? Fatta ég Það það var ekki. rosalegt skipun Hann var mjög ánægður með það Já En hann sagði fyrst ekkert Ég planaði líka dagar sem ekkert var planað. Það er það sem mikilvægt í góðu plani erlendis. Það er dagar sem ekkert er planað. Það er inn í planin. Herri, ég var náttúrulega í endalösu vesinu með Tetta Þannig að það var mjög fíntur í mig að þú þurfi ekki að vera að stressa mig á hvert ég var að fara að borða Já, sko. þú varst líka mest krefjandi tímanum, þú veist, á aldurinn og gristum. Ég hlakka til að fara núna Næstu Það er ferðir strax skára næst já. Þetta er góða punktur, ég man eftir því ég kíkti í Excel-skjalið og svo ég bara frítagur Það bara var ekkert plan Ég vil ekki þreita konuna mína. Nei. Ég sé alltaf eitthvað í gangi. Nei, þetta var mjög vel gert Það var mjög vel þegin frítagur Takk. Steindi, hvað er það gáðast það sem að Egilur sé þykja? Ég ætla bara Þetta er mjög erfitt sko Ég held að það sé ekki margt sko Heldur Mér langar ekki sko ekkert líka sko En ég ætla að segja að gáfulegasta sem hann hefur séð mig gera er að taka djam í kvöld. Það er rosalega besta lag sem ég heyrt sko. Nei, hann sagði þegar þú hendir grillsa á grillið. Já. Þú hendir bara grillið hjá þér í ammálinu. Þú varst alveg að fara á taugum hann að mústu. Já. Og sagðir, þú verður að hjálpa mér. Þetta voru svo marga pilsur. Egil, það byrja aftur á þér. Hvað er Steindi þreyttastur á að útskýra? Hann er þreyttur að útskýra. Sko, hann fer út í búð. Sér hvað voru líka svona, Steindi, og hann bara svo, þú veist. Og það er tvent sem krakkarnir eru öskra á núna. Og fólk í Smáralind og svona sem er að terroræsa þar. Það er sko heldur það bara einhverjum. Það er fólk sem öskrandi á það er hvort það sé með hreindýr upp á vegg eða hvort það sé bara góður á hlið. Og ég held að hann er sjórið mjög þreyttur á útskjöru fólki að hann er ekki bara geggjaður á hlið, hann er góður í mörgur líka. Það er rétt, segðu maður sér rétt. Það svarið þitt? Já. Nei, hreindýrið var rétt. Shit, hvað snáðast þessum maður? Fólki, hann er ekki hreindýr og aldrei skotir hreindýr. Grínast. Þetta var tótt maður. Já, hvað heldur hann að það er sagt á hlið? Þú ert að reyna að vinna. Þú varst orðin góður í þessu. Var heitur hann að segðu hreindýrið. Hann var heitur. Steindi, hvað sagði Egil við sömu spurningu? Hvað er Egil þreyttastur að útskýra? Hann er ég myndi giska að það væri sko, ég fá beint að hugsa eitthvað teknotengt sko. Svo náttúrulega er það ræktinn. Hann er náttúrulega mikið þar. Þannig að ég myndi segja að hann væri líklegast þreyttastur á að útskýra svona heilsu fyrir hérna svona venjulegu fólki. Það er náttúrulega vinnan hann sko. Já, þú mennar. Það er ekki rétt svar þú. Nei, ég get ekki rétt fyrir þetta. Hann er mjög þreyttur að segja hvort að pop sé holt eða óholt. Ok, þetta er arguably á djamminu. Þú getur ekki sagt hitt, hann vinnur við hitt. Þegar ég fæ klæðið í stólinn og elska að tala Ég pop. sagði við venjulegt fólk, þú drekkið þá kunnaður hans bara ymmit, venjulegt fólk sem hittar á götu okkur á heilsuspurningar. Það er nákvæmlega svar, ég get ekki gefið stig fyrir Ef það er að gefa þér punkt aðna, þá þarf ég að hafa punktur í hreindýrið. Þetta er svolítið þannig. Það er ennþá Það er ekki að vera leiðilegur. Þetta var, já, ég ætla að hlusta. Varstu nálægt? Ég ætla að fara heim og hlusta á Já, þetta. hlusta. Fara yfir Beintun á þetta. vísi. Það er ekki alltaf að kæra þessu ákvörðun. Nei, þetta er bara, mér finnst þetta Það var rosalega mikið kæri þetta. Mér finnst blöðan að vera helvíti harðu dómari núna sko. Hann er samt dómari. Þerraðu nú tárin og segðu mér hvað finnst allir besta uppfinning allra tíma, Steindi? Þetta finnst mér þetta er stíið sem ég ætla að taka þess að kemna. Því ég veit þetta. Ég veit hvað honum finnst þér að yfirburða merkilegasta uppfinning allra Þú tíma. mátt ekki svara svo rétt. Það er síminn hans. Sími. Gemsi. iPad. Fyrir krakkan á tenni. Ég aldrei séð með iPad. Já, hann er alltaf með þegar við erum á kvöld. Mást ekki þegar Egil alltaf að borga einhverja marga milljónir fyrir að fá að halda eiga síma sinna áfram. En við aldrei sem að ég elska iPad sko. Þú varst alltaf nálægt. Djöfull. iPad er Ég næst elska Airpods á nummer 2. Og þú getur verið með þau at all times og hlusta á podcast og hljóðbækur og svona sem þú gæst ekki gett og það sem eru stór klunnaleg fucking headphone. Ég noti ekki eins og AirPods. Ég nota bara hann líka. Ég noti bara headphone. Lestur hjá mér fór upp 600% eftir að Airpods komu. Þú getur að hlusta á hljóðbækur annað eirað í gangi, heyri samt hvað að gerast og ég elska þau, en ég valdi því iPad því að það er mute takk. Hvað finnst Steindi? Þannig að hægur þau Steindi. Hvað finnst Steinda bestu uppfinning allra tíma? Sko þarna, ég veit ég er með rétt að svari, ég er bara með svo margt, ok? Ekki fara að þylja þetta. Nei, ég bara, ég veit þú elskar tölvur, þú elskar sérstaklega PlayStation, þú elskar iPad líka, svo ekki að segja, þú elskar óhóllan skyndibit og saltstangir. Ég veit að það er Þetta er mjög ofalega hjá Steindi. Þetta er allt mjög ofalega, þetta er allt á 10, ég getur að lofa því. Þú veist, þetta er þarna, þú elskar eitthvað af þessu. Málið er, þú ert náttúrulega fyrst og fremst gamer.
Og goddammit Gump, ef þú segir ekki að tölva sér bestu uppfinning alla tíma og þú veist, ef það er eitthvað annað þá var það raugur lí, það er mitt loka svar. Hann sagði flugvél. Það getur komist frá Íslandi. Já, sko Flugvél, alltaf heima gaming og Já, ég meina, ég er að segja sko Góðalegir uppstökir eitthvað. Nei, málega er að segja ég held að vera með punkt. Það er alveg rétt hjá þér, ég var að hugsa að segja tölva. En málega er að þú tekur tölunni burtu, internet, ljósaperu, allt. Flugvélin er Þín uppfinning, við ekki það. Þá getur þú flogið. Kemur okkur af þessu helviti skeri. Þetta er 0-0 eins og ég bjóst við. En þá komum að síðasta. Ég spurði Steinda Egill Hvað er skrítnasta hrós sem þú fengið? Hvað sagði hann? Sko ég held að hann hafi Steindi fæði mikið af hrós, mikið af mennum sem gangi upp á hann og segja hans algjör meistari. Og þú veist bara þú veist við þetta hell í því. Þú er mestarinn maður. Þú veist við lendum að því ég Það er mikið að fólki sem lappa beint upp á hann og segja hans algjör meistari. Það sem ég held að hann hafi lent í, hann fengið svona hrós og niðurlæðingu at the same time einhvern veginn og svona, var þetta hrós, var þetta niðurlæðingu, hvað var þetta? Þannig ég held að hann hafi mjög hirt einhvern veginn svona, hörðu, einhver gælaði komið á hann og þess að þau eru út alveg mest sexy trúður landsins, eitthvað svona. Það var ekki rétt. Það var einhver Svo langt frá því. Hann var góður í Call of Duty. Það var ekki að maður er mest sexy trúður landsins. Þú ert ekki lélur í Call of Duty eða þetta? Það var skrítið hrós. En þetta skrítið hrós. Hver sagði það? Það var bara Einhver er að sleikja það raskat, þú getur ekki neitt í Call of Duty sko. Nei, ég veit allt um það. Ég reyndar álega mína leiki sko. Steindi, hvað er skrítasta hrós sem að Egill fengið? Við erum komin allt og langt inn. Shit, ef hann er með þetta rétt þá er hann búin að vinna. Já, skrítasta hrós sem Egill fengið. Ég held að þú þurfa ekki að hafa mikla ráðgjur á því Egill. Ég er svona gruna 0-0. Já, ef hann neglir þetta. Hann er ekkert að fara að negla þetta. Við ætlastu heimskursum. Hvað meinur við? Skjóttu. Skrítasta hrós sem hann er fengið? Ég myndi segja að það væri væntalega Segðu bara eitthvað. Já, ok, þetta er þannig. Ég hafa bara ekki sens. Jú, ég er með þetta nefnilega sko. Það er að þreytta sko. Hvar er aftur Egill með svona, hvar er hann svona weak, svona, hvar er hann aumastur á líkamannum, skilur? Hvar er svona hann sem er ósáttastur? Bíseppinn hans. Já, það sem er flotta bísepp. Það sem er flotta bísepp. Það er eins El Guapo. Bíseppinn. Það er allir sinn El Guapo. Það sem er flotta hann. But your El Guapo is El Guapo. The actual El Guapo. Hvað er svarið? Þetta svarið hans var þegar einhver sagði honum að hélt að hann væri Matthew McConaughey og hann talaði íslensku og sagði nei, ég er íslendingur. Við skoðum auðvitað eitt ókvæmlega sem heitti þessari keppni 0-0. Ég er í klefanum góða. Auðvitað Blöndal þurfti að fara upp á sjúkrahús. Við höfum líklega komið inn á það í þættinum en ég er eitt hérna og í tilefni þess ætla ég að fara í dagskráliðin alnafni sem er mjög skemmtilegur dagskráliður og þroskaður dagskráliður og menningarlegur líka en Auðun Blöndal hefur ekki gaman á honum þannig að ég ætla að nýta tíman og fara í hann núna. Ég er mjög peppaður, ég kom með nöfnið það er eitthvað spes að vera eitt sko en ég held ég gaman að þessu. Ég veit ekki hérna, ég hef helvíti gaman að þessu og ég ætla núna að rifja upp gamla takta að þegar ég var að gera síma þetta gamla þá byrjaði ég alltaf á hósti. Já, góðan daginn. Gerum svona og hérna það er mjög krúsil að byrja hósti og ég ætla að gera það í dag. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er þetta Styrkár Snorrason? Já, það er hann. Já, sæll og blessaður. Þetta er nú frekar skemmtilegt í að ég er að hringja hérna á Kópavoginum. Já. Fyrir sunnan. Ertu ekki í Reyðarfirði? Ég er á Reyðarfirði, já. Já, því að ég heiti líka Styrkár Snorrason. Ok. Þannig að við erum alnafna félagarnir. Veitu, já. Styrkár Snorrason. Þetta er skemmtilegt nafn. Já. Hefur ekki alltaf bara verið glaður með það? Jú, ég er alveg mjög ánægður með þetta, sko. Já, við erum nú ekki margir, sko. Nei, en ég held að þetta var ekkert alltaf, sko. Nú? En, nei, ekki þegar ég var yngri, þá leist mér ekkert á þetta. Já, varst ekki hrifin af nafninu? Nei, það er enginn hrifin af því þegar maður er lítill. Nei. Svo tók ég þetta alveg í þátt. Já. Það var frábært nafn. Já, sammála, sko. Félagi minn, hann heitir Andri og hann var nú aldrei glaður með það heldur. Þannig að þetta er nú bara svona, gengur að gerist. En við erum ekki margir sem heitum þetta? Nei. Það er ekki margir. Nei, þetta er nefnilega helviti skemmtilegt, sko. Ég var í lunch bara hérna upp í vinnu og ég ákvað svona að drepa tíman, sko. Já. Það er frábært.
Já, ekki alltaf annars gott bara? Jú. Já, hvað verið að gera? Ég bara í vinnunni hérna. Já, veitu, hvað styrk á Snorra bara alltaf þarna á Reyðarfirði? Ég bara hérna, ég að vinna hérna í Alcoa. Já, út þar. Já. Og svo ekki bara helgafrí? Jú, það bara helgafrí. Já, bara sófinn og... Já. Og hérna, Sprömix og Vojtja. Já, ég er bara svipað hér sko, ég er í frí helgina bara. Já. Já. Heyrðu? Já, er það ekki bara, erum við ekki bara flottir? Jú. Bara gaman að heyra í þér, hérna, alnafni. Já, sömuleiðis. Já, segjum það. Já, næ. Þetta er svo óþægilegt, Steindi. Ok, ég ætla alltaf að horfa með sorry. Maður, ég er svo mikill hálfviti að næri grátt sko. Maður, ég veit ekki hvað er. Mér finnst þetta bara skemmtilega sem ég gerir. Ég ætla, já, næsti. Við byrjum á hósti. Þetta er Jón. Já, Jón. Jón Frímann Ágústsson. Já, blessaður vinur. Hvernig hitti ég á þig? Ágætlega. Er það ekki? Ég var það að ringi þig og hérna, ég er nú bara svona aðeins að drepa tíma. Ég er hérna bara lagður fyrir þann teppabúð hérna. Ég er að fara teppaleggja heima og svo fór ég á já.is og var svona, hugsaði með mér á ég einhvern alnafna að núti? Alnafna sko. Og ég fann því að því að... Nei, þú átt engan ég á ekki neitt alnafna. Jú, ég heiti sko Jón Frímann Ágústsson eins og þú. Mér fannst svona tilefni til að ringja og bara aðtöða hvort að þú vissir af þessu. Ég vissi ekki af þessu. Ég hef ekki hugmynd þetta. Ég held ég ætti engan alnafna. Nei, við erum greinilega tveir í þessu saman, félagarnir. Já. Hvað ár gerðstu, Jón? 52. 52, já, einmitt. Ég er nú aðeins yngri. Þú varst fyrstur greinilega, sko. Já, ég er fyrstur. Já, þetta er flott nafn nefnilega, sko. Já, þetta er það. Ég veit ekki annað, sko. Nei, maður er bara búin að hafa þetta eina nafn, en maður er helviti glað með þetta nafn allavega. Ég er það, ert þú ekki glað með þetta? Hæ? Ertu ekki bara sáttu við nafnið? Jú, ég get ekki annað. Nei, ég segi það. Ekki reyði ég því. Já, Jón Frímann maður. Og hvað þó, Ágústsson sko, og hvað er að gera? Hvað er verið að gera? Ég er nú að bakka hérna inn í bílskílið. Já. Já, hvað já, þú mennar, hvað ertu, eitthvað í felli svona og svoleiðis, ertu bara við bílum með? Ég er bara á bílum. Já. En hefur eitthvað gaman að einhverjum svona útilegum að röglega? Nei. Nei. Nei, hann okkur? Ekkert helvíti svoleiðis að einhverju tjaldi að tjaldögnum. Nei, mannin ekki. Já, maður bara að vera heima hjá sig maður. Hvað vissin er þetta? Ég segi það líka. Já. Það er ekki að fara að sjá eldgósið? Jú, ég ætla að kíkja, sko. Það væri nú gaman að, ég veit nú ekki hvort að þú að vera með eitthvað plan með það. Það væri nú gaman að nafnandi færu, alnafnandi maður. Nei, ég nenni nú ekki að fara. Nei. Það væri nú gaman samt ef svona alnafnandi myndu fara eitthvað tímann. Já, það getur vel verið. Ég er nú svo gamall ég nenni ekki að fara nýtt. Nei, ég skilja alveg. Nei. Já, svona, já, einmitt, það er bara svona, maður getur kíkt eða eitthvað, eða þú kíkt en ég er nú bara svona að kasta bolta, það er nú engin pressa á okkur, við heitum nú bara það sama, það er nú ekki allt upp á það. Já, en ertu í símaskrúni? Já. Ég er nú bara í Kópavoginum. Það var gaman að heyra þetta. Já, það er gaman að þessu maður, og við félagarnir erum bara sáttu við nafnið og við erum ekki bara helgin góð framöndan. Jú. Ég þarf að fara að drífa mig. Já, sama hér. Það var gaman að heyra í þér. Já, ekki spurning og bara takk fyrir að hringja. Já, takk að þér, sömulegis. Já, bless. Þá kannski tekið eina konu. Þá sjá, þá fer ég bara Ísafjörð, sko. Það er next up núna, sko. Byrja hósti. Halló. Já, er það Arnþrúður? Já. Aspelund? Já. Já, komdu sæl og blessuð. Arnþrúður heiti ég og er að hringja hérna úr Kópavoginum og
er nú fætt 52. Þannig að ég ætlaði nú bara svona að slá á þráðina því að mig grunnaði kannski að þú vissir ekki að þú ættir alnöfnu. Arnþrúður Helga. Já, Aspelund. Aspelund. Já. Er þú líka Aspelund? Nei. Jú. Þannig við erum alnöfnur. Hvernig getur það verið? Já, þegar stórtuna spurt, vistu hvort að við séum fleiri? Ég held að ég var svo eina. Er það að gera aðt í mér eða? Nei, alls ekki. Jú. Ég er að hringja hérna á Kópavoginum. Þú ert örugglega eitthvað yngri en ég, eða ekki? Ég er fædd 52. Já, og hverjum mann ertu? Já, faði minn heiti nú Aspel og Aspel? Já. Aspel? Já. Hver er það? Og móði mín heitir hún Guðrún mín gamla. En það ég gafist það. Ég er svo mikill hálfviti sko. Herðu, ég heiti Steindi og ég er að hringja hérna úr útvarpsþættinum F9 fyrir blöð. Ég vissi ekki hvað ég átti að segja maður. Ég átti ekki vona á að einhver myndi svara mér. Ég bara vissi ekki hvað ég ætlaði að segja. Herðu, afsakið þetta. Hvað, hérna Já, svona getur þetta verið með djöfulli sjálfur. Herðu, já, ég ætla að yfirgefa þetta stúdíu. Þetta er bara, þetta gengur ekki lengur. Herru, ég var með leiðin það, það var ekki að hrósa líka. Þetta er svona geggjalag. Þetta er helviti gott. Já, þetta er partí. Þetta er, já, það er alltaf einhver svona, vorum að ræða þetta aðan, svona einhver latínó hittari á sundin. Já, þetta er svona sömar hittari sko. Já, ég er að fíla þetta, en það er hins vegar komið einhverju sem ég fíla ekki jafn mikið og það er spurningi hvernig gilsa hans. Já, þetta er svona árlegt koncept, eins og þjóðatíð og annað. Já, það er hvað, King of Gay Pride. Já, út af það var á morgun og hérna fólk er að fara að skella sér í bæinn og fá sér ískaldan og var í göngu og það er partí framöndan. Já. Þannig svo veist að vera með hver er kóngurinn? Já, ok. Þannig að já, er þetta bara hver er kóngurinn í já, þú veist niður í bæ þá þegar þetta er? Já, þú veist, ég var eins og með svipakosti King of the Gays eða þú veist, skilur bara svona okay. King of Gay Pride. Já, basically, það er konceptið nú. Elskar Eurovision út af lífinu? Nei, ég get ekki sagt það. Ég hlakka til og horfa á Eurovision en ég elska ekki út af lífinu. Mér finnst svona ég veit að punta þarna. Já, það sem mér finnst er mér finnst ógeðslega gaman svona í kringum það. Þú veist að það er fjölskyldan kemur og það er verið að grilla og það er bjórar og stemning. Já, bettar á það og þetta er hálfur veistla. Já. Þú elskar þetta ekki út af lífinu? Nei, ég get ekki stiga. Ok, þá er þetta bara 0-0. Hefur þið verið kringum gæja svo er aldrei séður ekki séti, bara random sexy gæi ekki séti og hugsað, shit þessi gæi myndalur. Já. Ég sagði eitthvað frá þessi í blöggastinu, ég lendi í þessu á bragganum og sagði eitthvað góður þarna bara og hann fekk líka afgreiðslu undan öllum þá hann hafði panta síðast sá var myndalur, ég er bara að gefa hann það. Mér finnst líka eins og allir þessi gaurar séu með svona, hann með svona rúrikshár. Já, með svona þykkt sítt eða? Já, bara ekkert eðlilega myndalur Hérna það er ekkert við hann, þú spyrir ekki hvað heitur þið minnur? Nei, Rakel sagði mér að slaka á því og búin að segja svona þrísverð við hann og þeir sátum að það með Tetta og Matteo og bara djúvill er hann myndalur svo gauðmaður. Það er svolítið mikið. Ég er sko, félagi minn hitti Ryan Gosling þegar hann var í Íslandi. Já, ég hef heyrst að hann sé myndalegri í persónu heldur en þetta mátti ekki vera séti. Hann er heldur, hann er séti sko. Nei, ég hitt hann ekki sko en hann sagði hann er ennþá myndalegri í Já, ég er að heyra það frá nokkrum sko. Hann er basically huggulegasti gæinn í Hollywood sko. En manst þú eitthvað hver það var? Hafði þú sást stónið svo varst bara sjá myndalega menn, ég sé það bara hvernig? Já, sé það myndalegt fólk. Það er sömur get ekki sagt að aðri karlmenn séu myndalega, bara geta það ekki. Þannig að þau eru allavega hann að báðu með punkt. Það er mjög skrítið, maður sé myndalegt fólk að hverju degi út allt. Ertu í boxer eins og amatör eða ertu í Versace eins og Gilsi Rúrik og Kó? Þú ert ekki í Versace sko, ekki vera að tróða þér í þessa klíku. Spurðu ekki eftir? Já, ég er í boxer. Ég er í boxer. Þú var Rúrik að velta stóru hlátur sko. Já, ég er í einhverju Nike-boxer. Hann er grenjandur hlátur nú Rúrik, það ekki er rétt sko. Já, hann hlustar. Hann sagði þið mig,
Þegar niðurlaði með einu sinni eftir partíu á Kolbárnum og spurði ekki eftir boxer, hann grét úr hlátri. Það er svo að finna sem hún á æfinni séð. Hann er líka Allir eru núna í dag í Versace. Hann er alltaf töðandi mér líka, ég sé alltaf í hvítum skóm og eitthvað, hann verður bara eiga þetta við sig, Rúrik. Já, við þurfum kannski að fá hann aftur í svona Instagram/fashion spjall og kannski ræða þess betur þetta Versace. Ég lofa að stendur ekki Versace núna. Nei, Já, Hann er eitthvað svona kleinurhyggjarnarbuxum með svona víðum með eitthvað appelsínur á þeim með Já, nei, ég er reyndar ekki í appelsínur, ég er bara í svörtu nærbuxum. agar þetta út með appelsínur á bóksendinu, það er bara svo sért trúður. Já, þú vilt ekki vera kannski í appelsínu Nei, bóksendinu. ég dreina alveg línu þar, ég er ekki með eitthvað broskalla eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er dögt sko. En málega er að við erum bara fullandi menn sko. En á móti þá Ég myndi bara finnast eitthvað svo, ég veit ekki, það er bara svo ekki ég að vera einhver svona nýþröngu við Versace nærbjöksum. Ég held að það fara blöð hölluði vel. að myndi konaðin fílaði og er í ykkur þveng. Ég held hún myndi byrja að segja bara í hver ertu, því þetta væri svo out of character sko. Síðan eftir nokkuð skipti þá held ég að kunna meta að þetta er Versace. Já, kannski ég spyr hann í kvöld. Þannig að þið fóðu hvoru punkt þarna. Nei, Eru allir punktar, eru báðir punktar? Nei, myndilega Við eigum ekkert Versace, ekki einu svona bara Nei, ég hef ekkert Gucci heldur en eitthvað leis. Hefur þið fengið þann mikla heiður að King Friðrik Ómar niðurlæðið einu sinni í beinni útsendingu frá mann alþjóð? Nei, Varst það ekki þú? það var bara Egill. Og ég lendi því. Við steinduðum Ég hef fengið punkt þarna. Við steinduðum Þið hafið ekki næst í. skemmt með honum og Jokkan einu svona risa ásáttíð og við vorum Backstreet Boys með lagi sem við vorum búin að semja á rosalett. Ég elska Friðrik sko, hann er Já, geggjað. meistari. Hann er líka ekkert eðlilega góður söngvari. Það elskar Hann ekki kom þeir. róast, ég vissi ekki, ég vissi að hann er góður en hann er sturglaður söngvari. Og hann er líka elskar að búið til cash. Já, hann er góður í því. Hann er ekkert eðalega góður í. Við fórum í íbúðun hans að æfa, hann var ekki brakki sko. Hefur skriðið allsber að öðrum kallmanni Ódalherbyrgi mjög horni? Nei. Sko, þetta er Væntalega getur er ekki- þetta til þín bara blöð. Það er ekki hægt að segja nei strax þarna. Já, ég sver þetta nei, ég sver það upp á börnum mín. Ha? Já, ég skreið ekki til að byrja með, ég lappaði. Í öðru lagi, þá minnir mig að vera í nærbuxum en þú ert búin að sverja við börnum þín, ég hef verið nakinn, ég var bara að lappa í svefn. Ég er lofar, ég man eftir þessu að það gæst bara fyrir hálftíma síðan sko. En þá mannstu ég lappaði, ég skreið Ég var ekki, aldrei lent í það þannig ég fæ ekki punkt. Það hefur sagt bara, hefur lappað nakinn af félaginu með hótelherbyggi, já, Það var Steindi, eitthvað þú þælingur. eitthvað verið að skrýða eitthvað? Nei, ég sveppið það fengið stiðuna. Já, sveppi hefur Já, skriðið sveppiði fengið stig. Hann sagði að það var eigðustaði í blöðkastina, skrýtnastan sem hann séður og sveppið var að skríðum nakinn svítuna, byggði allir að sofa hjá sér. Þannig að hann hefði fengið stig, hann virkaði graður. Það hefur punktur á Það var ammælisbarni. 1-1 og Mössum voru með. Já. Hefur þú hort á Bjöllin og fermingabróðurinn lifnaði við? Nei, en ég hef hort á hann og hugsað með mig, Jésús hvað hann er svalur. Já, en aldrei þú ekki sett á kotta við miðsvæðaður eitthvað þannig dæmi. Nei, Kotta. Eða þú veist. Hvar varstu þegar þú sást hann? ég Bara, þú veist. kotta. En ég sá hann eins og labba upp að stegan í hörpu og Já, ég var með þér, það það var var ég leður eitthvað mástu. Já, það var rosalegt Það var eins og það varst bara tíminn hægðist á tíman. Þetta var líka þegar við vorum í Hann var þunnur líka. Já, þegar við vorum í London líka Já. þá vorum við að lappa göturnar hérna með Damian Lewis, hann var að græja fyrir okkur eitthvað sturglaðan stað og þetta var rosalega svona 2 súperstjörnur fremstar, þeir 2 og svona kvolpasveitin á eftir einhvern veginn, við vorum ekki einhvern veginn á þeirra leveli, ég var bara svona, veist, ég dyrkaði það því að ég elska allt svona, bara huge fan en ég fann alveg bara, ok, maður kannski að leika eitthvað aðhlutur getið bíómynd en maður er ekki alveg þarna. Þetta var svolítið bara Bessi og Kappi og Já, allir. hvað kallar dóttir áttu kökk? Kúk, hún segir alltaf Bessi, píla, kúkur. Kann Af hverju finnst mér þetta svo fyndið? Kann ekki að segja kökkur, segir kúkur. Kúkur alltaf snöggur eða kúkur alltaf snúkur? Það er mjög fyndið sko. Reitt 1-1 en þá. Hefur þið fengið 1 stífan? Það er að tala um aftanum eða er að tala um bara ef ég ekki bónir. Stráka, við verðum að vera sko, við erum ferdu sko. Já, það getur bara Það gengur ekki. Það var margir lendið að fengið Hefur ekki lendið þessu að fá 1 stífan? Já, ég veit ekki hvað þú meina með þessu. Skiljum ekki spurninguna. Ertu að tala um að Ertu að tala um bónir eða? Já. Já, auðvitað. Það Það er eitthvað rugl. Við þurftum punkt þarna. Það var 2-2. sé hvað þetta Hvað heldur þér að meina? Þetta er rosalega bara. Jesus. Hvað heldur þér að tala um? Það kemur alltaf einu og einu Já. eins og sért 11. Það var óþægileg þögn hann sko. Já, ég bara vissi ekki hvað varst að tala Mendur um. að snegra að svara sko. Við skiljum ekki spurningar. Þú veist, menn þetta getur getur betur. Spurðu spurningu sem bara þögn ykkur 10 sekundur. Jú, liðin eru að hugsa. Það? Já, Við erum að horfa getur betur. skrifa niður og kvíslast og Við vorum ekki að skrifa niður, við vorum bara átt okkur alltaf að þvæla En núna þarf einhver að fá the win. Er þetta síðasta? Hefur sexy gæi, þetta er síðasta sagt við orðrétt. Já, ok. Wow. Damn the devil to the hell and back.
Steindi Junior kann ekkert bara að gefa stelpuna. Akkur er alltaf, þú veist, akkur hafið þetta ekki frekar nafnlaust Þannig að við gætum báðir Þetta er með a nice ring to it, þeir segi Steindi Junior. Þetta hljómar ekki að vilja segja, þetta ekki báðir fengið punktana, sko. Nei, hver ætti að kalla mig? Þið eru alltaf saman og... Blöðarinn gæti ekki fengið punktana mögulega Því að þetta er bara nafni mitt, inn í spurningunni En þú veist, þú ert king of gay pride og þú fær punktana, Steinþór. Akkur skellur ekki punkt? Ég bara get ekki, hvað má ljúga í þessu? Hvað er að vinna það? Fyrst alveg, þú er aldrei sofið á náunga eða? Nei, ég þyrfti að byrja á því sko Ef út í það er farið Já, maður þurfti að byrja á því Þannig að þetta var stórmestara jafntefli. Það var bara jafntefli í þættinum. Já, 0-0 og hvað var þetta? 1-1 eitthvað? Nei, 2-2. Það var mjög spennandi. En talandi um að vera kóngurinn á Gay Pride, hér kemur hann. Og við hvetjum alla til þess að kíkja á gönguna á morgun. Hárétt, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur F95 blöð nú fyrir að hausta. Þannig að nú fara allir að henda sér í Keilu. Já, það er nú meiri í Keiluhöllin heldur en Keila. Það er þetta að fara í Karagi, það er þetta að fara í Pílu og ég veit ekki hvað og hvað, en við erum konið með góðan gest hingað í stúdíóið. Ég var nú bara að spyrja hvað hann heitir því að hann gengur alltaf undir nafninu Fermetrinn og hann heitir Páll, vertu velkominn. Palli eða Páll? Já, bara Fermetrinn, Fermetrinn er mættur hingað í stúdíó. Og það er ekki ástæðulaust, það er sterkastumar Íslandskeppnin er helgina. Og ég svona áður við bara, það er margt sem langar að spyrja þig, hvað hérna keppnin, hún er hvað, byrjar á laugardaginn, á morgun? Byrjar á morgun, 13:30 á Selfossi. Já, ok, er þetta alltaf á Selfossi eða? Nei, byrjum á Selfossi, færum ykkur yfir í Hvergerði. Já. Og á sunnudaginn erum við í Reiðhöllinni. Ok, þannig þetta er út um allt. Það er rosalegt. Frýttinn og allt. Já, og er þetta spennandi keppni? Er eitthvað svona clear winner? Nei, þetta er alveg spennandi. Já, en var þetta lítið spennandi þegar fjallið voru upp á sitt besta eða? Já, ekki neitt. Þetta var bara hörð keppni annars að því. Já, ok. Erst þú að fara að keppa sjálfur? Já. Hvað er svona þín sterkasta grein? Ég er dettari sko. Já, hvað dettaru? Ég er svona einhverstað 400. 400 kíló? Já, okkur sluðis. Það er alveg þyngdi á Fermetrinn. Já. En hvað ertu hár? Ekki nóg. Máli er að hann er kallað Fermetrinn því að hann er fermetr. Já. Þú myndir mæla hann Ég er akkurat 1 metr. En hvað hérna 400 kíló? Sterkastum var Íslands, þú veist, ég meina þetta eru mjög, þú veist, gamlar keppnir, þú veist, fyrsta keppnin bara. Hvernig er núna svona eins og áhugin, er góð mæting á þetta og allt þetta? Já, oftast og það er aukist sko. Já, við höfum alltaf átt sterka menn. Hvað er 3 sem hafa verið sterkast maður heims? Já. Og sko Sandals 9 titla. Já, það er rosalegt. Það er mjög mikið. Já, og hver er svona líklegastur í ár? Heldur að verði eitthvað svona nýtt frækt nafn sem kom út í keppni? Já, sko ég gæti alveg trúa því. Já. Það er hérna strákar sem er, sko, hann hefur keppt á þér, en hann er nýlega orðin rosalega sterkur. Ok. Kristján Haralds. Já. Hann er líklegur. Svo er Stefán Karel Torfason, hann er svona reigning champion síðan í fyrra. Ok. Fyrsti sterkastumar Íslands, annar en Hafþór í sko meira en áratug. Já. Svo Fermetrinn. Hvað vann Hafþór oft í röð? Hafþór vann 10 sem í röð. Já. Sem er náttúrulega óþolandi. Já, það var heldur þreitt koncept, sko. Hvað deddar hann? Hann dettaði 501 kíló mest. Það bætti heimsmeti Það var líka einhver annar Íslandingur sem bætti heimsmeti eða ekki? Jó, sko Benedikt, hann var fyrsti Íslandingur til þess að sko, svona bara break the record. Ég var ekki 80 þegar hann var að detta hrikalega. Gilsi náttúrulega hjálpaði hann sko. Ég var að öskra á hann, ég tók þetta, I recorded it sko. Þetta var eiginlega þér að þakka. Ég segi eiginlega sko. Og málega með Benna, þetta var svolítið mann, ef hann hefði nefnt að bara einhvern veginn, veist, keira sig áfram upp í 500 og Benni hefði getað detta svona 800 kíló ef hann hefði bara nefnt í. En hvað þegar þú ert að detta fyrir þá sem eru kannski að hlusta og veit ekki hvað er að detta, það er þegar þetta er rétt stuðlifta. Þú stendur og ert að bara hífa upp fyrir hnýja. Já, þú bara stendur upp með bara útréttur með 501 kíló. Er þetta ekkert hættulegt bara fyrir heilan og augunniður og allt, hvað? Geta augun ekki poppa bara út? Það er þrýstingur sko. Það er þrýstingur, já. Maður verður rauður í framan sko. Já, sprungnar háraðar. Þú veist að ég detta 265 fermetrar sko. Blöð detta 230 sko. Það er 3 dead skrýmsli hérna. Steindi verður ekki að geta blöð þetta meira sko. Ég dett ekki sko. Þú ert svona wildcard sko. Steindi wildcard. Við vitum alveg sko, þú veist, hann er góður að hlaupa, hann hlýtur að vera góður að detta líka. Hann hélt reyndar að vera rosalegur í bekk en hann tók 60. Ég málaði með 2-falt brjóskló sko. Það getur verið að vefjast aðeins fyrir. Það hjálpar bara. Þú getur rétt úr því. Maður þarf að sturlast bara. Er ekki beigugrein eða? Nei, það var í fyrra. Þú beigir hrikalega. Ég er náttúrulega besti beigir í Íslandssögunni sko. Það er ósangjart, þá er ekki beigja. Hvað er ekki hnepið í þessu? Fermendur pakka því saman. Hvað beigir þú mest?
Ég á 400 kíló mest í nýbæði. Jesus, hvað það Fín þingt það Ég er að spá einu Hvað tekur í back samt? Eða það er að skeina þar eða? Ég á 250. Það er ekki að skeina það. Ekki 400 þar. Ég er ekki 400, það er rosalegt. En ég er að spá einu, þú veist, því að þú veist, þið eru allir mjög sterkir sem eru að fara að keppa. Það er líka sterkastum á Íslands. Já, eðlilega. Við erum að reyna það. Þú veist, getur maður nýtt þetta í daglegu lífi? Nei. Nei, ekki nei. Er ekki allir dýraverðir? Nei. Eða hafið einhvern sem verið? Sko, einu sinni. Það var stereotypan af sterkastum á Íslandsgaurunum, bara dýraverðurinn og þreyttigæðinu til hotni, sko. Núna er ég bara þreyttigæðinu til hotni. En þú veist, þú getur, þú veist, svo í dag, þú hefur eitthvað nýtt krafta þína. Þú veist, bara það er auðveldar að halda börnunum mínu og eitthvað svona. Gæti ég trúað. Og það gæti trúað að flytja. Er ekki allir að biðja að hjálpa sér að flytja? Sko, ég var að ræða þetta bara í dag, bara mjög ítalega við Ómar Úlf á Exinu. Kongur. Og mistari. Þú finnur ekki verri gæja heldur en kraftlendingamenn. Að flytja. Við sitjum út í hotni ógeðslega sveittir, bara er ekki einhver að fara að platta pizzu. Alltaf svangir. Já, við erum alltaf svangir, alltaf þreyttir. Við erum ekkert úthaldið í þetta. Þurfum að borða á 2,5-3 fresti. Það er vesen á okkur. Ertu með bara svona box á þér, bara með hreinum kjúkling alltaf og eitthvað svona kjætaði? Nei, þú ert ekki þar. Sér fermetir, þannig að það er að geta, sko, með fermetir. Ég er ekkert mikið í brokkolínu, sko. Nei. Getur þú Ég er gamla skóla liftari, sko, ég fæ með bjórakvöldinu. En ef ég myndi, þú veist, ef það færi bolti undir bílinn fyrir utan, getur þú lift bílinn? Þú veist bara, getur þú lift, það er ekki alveg. Þetta er erfið spurning, sko. Þú veist, ég er ekki að vera upp fyrir haus, en bara getur þú fæstan bara. Þú veist, ef þetta væri, ef þetta væri lítill Yaris eitthvað, 98 Yaris, þá myndi ég bara færa hann. En það má ekki, sko. Það má ekki bara taka upp bílinn og færa hann. En getur þú færið núna bara að lauga við eitthvað og fært eitthvað bíl annað? Þannig að eigandinn bara veit ekki hvað hann er. Það getur spurning, ef þau eru 4 saman félagarnir, gætu þið lift bíl og labba með hann bara baku hótt? Já. Ég ætla ekki að segja að við hefum gert það, en þú veist. En þú veist, við gætu það. Þannig að við værum svona sterkir, þá getum við farið núna eftir það og byrja að færa bíla. Ég væri alltaf að því. Gerum það. Það er fullt af bílumennir í Laugardal. Það er eitt sem langar líka svolítið við það. Ég vona að þetta var að spyrja það sem við rifust og Steindi, við lágum eins og bara hótt. Er þetta að spyrja því? Já, við hefum alveg rifust um þetta. Ég vil meina að þetta sé hægt. Steindi vil meina að það sé til manneskja sem er þar hraust, hann geti slitið handlegginn af mér. Útlim. Og þá er ég að tala um sko nennur að svara honum, nennur að segja honum hvað er sannleikurinn í þessu að því að við makk rifist um þetta. Nei sko ekki bara Ég vil heyra útskýringar á Steindi. Þetta er ekki eitthvað svona Mortal Kombat fatality, bara þú myndir standa á móti mér og slíta mér hendurnar. Heldur bara meira, þú veist bara ef ég myndi liggja hérna og þú myndir bara fá 5 mínútur bara til að slíta mér hönd. Ég held að fermetir getur í það með handafli, skilju. Það er bara sterkast maður heims, Já, bara getum önnur mann sem slitið útlim getur skrúað af mér höfuð. Fæ ég einhver verkfæri? Nei. Hann vil meina bara með handafli. Bara með kreistaður hendina og toga? Já. Nei. Heldur ekki? Ég sagði það. Thank you. Það voru þessu 5 ára rifrildi okkar lokið. Steindi var nýbúin að horfa á Game of Thrones og hann hélt bara að The Mountain gæti rifið handleggjamanni. Og við vorum að rífast um það. Þú spurði samt sko maður. Haffi er ekki maður. Nei, hann geti tekið af öðrum manni. Það var Þetta verður gaman að sjá. Þannig að það verður bara minnum þess að Steindi að þetta rétt ári fórum að sofa bara ok, hann gæti að léttilega badni. Gætur þú hlaupið í gegnum hennar vegg bara hérna? Það er bara að taka tillöp. Úr hverju er hann? Það er bara gifsveikur. Já, örgulega. Já, þetta er gifs. En getur þú brotinu steipuvegg með handafli? Það myndir hlaupa með öxlina. Það getur spurti svona spurningar svona 3 klukkutíma. Ég tilbúin að svara öllu spurningum. Fermendur myndir hlaupa þetta í gegn og koma alltaf í bein útsetting á bylginu. Þú gæti basically hendur við viðtal á bylginu. Ég gæti ekki farið í gegnum hennar vegg. Jó, ég ekki það. Ekki ég myndi hlaupa hann. Þú ert góður að hlaupa? Já, reyndar, ég er alveg fýll hlaupari. Hann bara hrósaði 2 sem verið hlaup. Já, takk fyrir það. Stefán Sörlu og pressuskrýmslu þessi mestara, þeir eru retired. Pressuskrýmsli, það er rosalega. Já, Stefán Sölvi er retired allavega. Þú hefur oft farið að horta á svona getnið, ekki? Já, þetta er ekkert eðlilega gaman að horfa á þetta. Ég skil ekki að þetta sé áhugin sér auka. Ég er samt alveg að koma með 4. comebacki eða eitthvað. Þannig að vera retired er ekkert bara gaman að fá fermetirinn aftur inn. Er þetta eins og þetta var í gamla það? Er að draga vörubíl og svona? Já, trökkadráttur á morgun. Það er stemning nefnilega. Undir Selfossbrú, trökkadráttur. Svo ertu komið uks á gönguna, kast yfir rá, náttúrustef með steinan líka. Hvað er þingst í steinin þar? Ég veit ekki, hann er ábygglega hátt í 200 kíló. Þú vil letna þetta 400 sko. En stelpunar, er þetta vinsalt sportið þeim líka? Það er að koma til.
Það er alltaf gerast. Já, geggjað. Það eru fáar stelpur sem hafa verið í þessu. Já. En kefti sterkasta konu Íslands? Já, geggjað. Það var bara núna daginn. Ok. Allt í gangi, já, þetta er alltaf komið til. Og King Hjalti Úrsus með ykkur félagunum það? Hjalti verður þarna. En hvernig er nú er þessu forröndið með sterkasta konu Íslands svo sem manna getur hún lamist enda, letilega? Já. Getur lamað hann svo harðfis? Nei, það ekki? Jú. Sko, sterkasta kona landsins, hún er samt ekki að keppa í, að slást. Nei, ég var ekki að meina það, hún getur bara haldið honum. Og Steindi góður í gólunum, Ef hún færi með hann, á hlið, þá getur þetta verið. Steindi elskar á hlið, getur þetta verið. Hann er sterkur á hlið, ég get lofa eitthvað því að hún geti lappa inn og hann dróta okkur 3 trúðana þegar hún vildi. Og mætti gera það helst. En já, þetta er geggjað. Þetta er á morgun, Selfoss. Hvetum alla til þess að mæta. Og hvað sagðir, 1:30? Já. 1:30, trökkadráttur. Undir Selfossbrú. Og svo Deddi klukkan 3. Þá þú hildur að vinna það 3 myndur. Já, ég ætla að vinna það. Senda okkur, hvernig það fyrr? Svo á sunnudaginn í Reiðhöllinni. Já, veistla. Hvað er Reiðhöll? Bara hérna í bænum? Víðidal. Geggjað, hrikalega gaman að fá þig. Fullt af spurningum sem við fengum svar við. Sumarskrýtnar? Takk fyrir að taka mótið mér. Já, helst fannst mér skemmtilegt að heyra að nei, það er ekki neitt maður í heiminu sem getur rifið handlegin öðrum með manni. Gott að vita. Hárrétt, það eru Loop og Dynout sem að færa ykkur hér FM 95 á FM 957 að þau eru að fara út að borða í kvöld og vitið ekki hvort það sé smekkfullt á öllum veitingastöðum og þá er mjög sniðugt að fara á Dynout og tjekka. Það er heldur gott koncept. Já, þetta er það er ekki lengur að hringja og bóka bara borð. Ég var maður sem hringdi alltaf en nú fer maður bara á Dynout og tjekka hvort það sé laust eitthvað þar. Fint að hafa þetta á sama stað líka. Annars getur þú alltaf að redda borðið og hringir út blöðarinn sko. Herðu, já, við ætlum að fara í sturlaðar staðreyndir, drengir. Og ég sagði ykkur að það er í dag því að búið að fresta þessu núna í svona 4 vikur áður en fórum í sumafrí með þessa. Er það mjög sturlaðar? Já, bara fínt að fá svona eitthvað smá alvöru útvarpinn í lokin hjá okkur. Ekki að reynda var fermetrin geggjaður, gaman spjall á hann. Já, mjög skemmtlur. En spurningkeppni Gilsans var ekki fræðandi allavega. Eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta sturlaðarstaðurinn dagsins ég held þetta að komið áður en mér finnst þetta bara eitthvað svo magnað. 1 sígaretta tekur 11 mínútur af lífiðinu. Og Steindi, hvað heldur þú sér búin að reykja marga sígarettur í gegnum tíðina? Hvað myndir þú skjóta á? 20 í pakka? Hvað varst ég? 1,5 á dag? 30 á dag? Nei, ég var svona meðaltalöglega bara í einum svona, þannig sé, ég tók 1,5 kannski eða var svona alveg. Það var rall. Hann reykti þetta hratt. En maður var út á sett, en maður líki tökum og svona, mikið úti, en ég reykti í 20 á dag, sinnum 365. En er það ekki, hann er bara að hættu svo lengi, þá vinnur hann þetta tilbaka, það ekki? Er það? 6 tíma. Þetta meikar ekkert sens, ég reykti ykkur 16-17 ár. Þá ertu búin að lesa 7.000 dagar. 16-17 ár? Já. Þú byrjar að reykja 7 ára? Nei, ég byrjaði að reykja. Það heldur að sé gammal? 15 ára gammal eitthvað. 15 ára, það er rosa ungt. Já, ég byrjaði á svolítið ungur. 15 ára krakkar, það eru bara í skótbolta. Já, þetta er ekki að mæla með því. Í skótbolta, það eru í tölvun heima og sér. Ok, þá er næsta. Sofomaniac er persóna sem heldur að hún sé miklu gáðari en hún er. Já, maður þekkir nokkuð þannig. Já, ég myndi að segja að Steindi var í Sofomaniac. Nei, ég myndi að segja að þið var að líka. Það er náttúrulega hver einasta mannskeiðin er það sko. Við erum útvarsmenn. Ég veit ekki hvernig var að tala við Steindi áður en Google kom sko, því að hann ríft stundu við mann þó að Google sé og maður getur syngt honum sko. Nei, það er DNA maðurinn sko. Hann gerir það sko. Þú eru DNA? Já, ef hann sko DNA Sofomaniac. Er þetta eitthvað Mosó-þing? Nei, hann getur bara, þú veist, þá fer hann bara að bulla eitthvað dót og það er bara ekki á netinu. Nei, þetta er ekki á netinu, hann bara bullar eitthvað í kringum þetta. Hann tapar ekki einhverjum erjum sko. Myndu þið segja samt svona öllikanu slepptur, er þið Sofomaniacs, finnst þér þú gáðar heldur nú Nei, alls ekki sko. Nei, mér finnst ég held ég sé einmitt öfugt. Bara, þú veist, ég vinn á FM skilur. Já. Ég er ekki að vinna á Alvatek sko. Þú ert ekki tvítur á FM? Nei, takk fyrir að minna maður það líka sko. Flestir eru tvítuður hérna sko. Ekki alvöru vesen sko. Já, Kusti B kannski. Þið eru langgelstir þetta. Já, við erum bara Steindir Youngblood, það er það sem er þreytandi sko. Það er hann 4 árum yngri. Já, næstu 5 sko, ég er í DS. Það er ekkert næstu. Það er ekkert svoleiðis. Ég er bara með krökkunum minna. 35% af fólki, börn eru 75% vatn þegar þau fæðast og banan er 74% vatn. Sturlu starrið. Banani? Já, hann er 74% vatn. Það er ekki vatn í því. Bara eins og börn, þau fæðast. Steindi, það er pressaði núna, við talum hvað gamall. Og heldur ekki eitthvað stóramali 2024. Það ætti að tala við. Það er blöði heyra. Ég ætla að gera það. Nei, ég læta hann að blekja heyra. Ég hætti að tala við hann. Ég veit allt um það. Byrjar að plana núna. Ég verð með stóramali. Ég skal vera party planner.
Ég skal taka annað, það er svona eins og wedding planning Það væri reyndar ræður ekki blöð í það. Það væri reyndar rosa. Ég skal gera það frítt. Þá áttu ekki að spá í þessu. Nei, það er góða punktur. Ég þarf alveg budget. Já, ég trúi því. Ekki að það gera því, sko. 35% af fólki myndi frekar að yfirmaður sinn yrði rekinn en að fá kauphækkun. Það var mjög leiðilegir yfirmenn, sko. Já, ég get nú ekki tekið undir þetta Ég átt mjög skemmtilegir menn skrítið. og mjög óleiðilega. Ég var ekki alla flórunna gegnum tíðina, sko. Ég hef aldrei Ég er með alveg asshole sem ég er, sko. Ég hef aldrei Bara lent í því. asshole alveg, sko. Ég hef alltaf tekið þá þegar hann á YouTube en ekki verið kaupakkurna, sko. Já. En veist, en sen eftir það ég var frábæra yfirmenn, sko. Ég man nefnilega þegar ég var að skrifa þetta, ég hef verið mjög heppinn með yfirmenn. Það er ógeðslega skrítið að fara í, eða þú veist, að líða eitthvað með það þegar einhver fær kauphækkun en annað en bara gegja. En þú varst baður og aldrei var að lesa yfir og varum alltaf lóður niður og Nei, þú varst að miskilja það. druttast til að mæta réttum tíma og Þú greinlega miskildi spurninguna. Nei, það er ekki, flestir myndu vilja að yfirmaður sinni er rekin frekarna að fá kauphækkun. Já. Það er mjög skrítið. Já. En já, ég var heldur ekki. Nefn og hatir hann bara með það passion, skilur. Já, greinilega. Sumir yfirmenn eru assholes. Ég man ekki eins og eftir, sko, ég var ekki með neitt sérstaklega yfirmann sem baðvörður, ég var bara með svona einhverja vaktstjóra. Varstu ekki bara að vinna í sundlag? Ha? Varstu baðvörður? Ég var að vinna í sundlaug. Já, en Hann var að segja fólki að þrýfa sér penisinn, sko. var starfsetið Ég var ekkert, hvað heldur ég er að skipta með því hvað fólk hafa verið að þrýfa sér? Ég bara var upp í turni. Það er sem fólk vinnuði. Var ekki að svart að gera það? Nei, hvað meinur heldur að ég hafi eitthvað til að lappa upp að einhverju og sagt, heyrðu vinur, þú glindir að ég sá þú glindir að skóla þig og var að gera það. Ég bara, ef ég var hreinskilin, reyndi ég bara að gera sem minnst, sko. Ég var bara að fela mig stað, Ok, ég veit að hann er reynar fyndin, ég er ekki reynar fyndin. Varstu flokkaður sem baðvörður? Nei, Var það starfsheitið þitt? nei, ok. Ég var bara, ja, þú veist, ég var að vinna í sundlauginni. Já, ok, sá sem er að vinna núna í sundlauginni. Hann er sundlaugurður. Já, ok, þannig var sundlaugarinn ekki baðvörður. Ég var mjög mikið sundlaugur. Ég var aðalega upp í turni að horfa yfir laugina. Ég ætla bara að ringi sundlaugu eftir og spyrja bara, eru margir baðverður að vinna í högur? Ef þau segja, já, við erum 8 á vakt, þá varst þú baðvörður. Heldur að mannskja svari og segi, byrju fyrir ekki hvert að tala, maður er ekki baðvörður þetta, sko. Við erum kölluð sundlaugur. Það er öllum sama hvað titillin er. Ok, það er þú varst baðvörður. Já, alveg eins. Og ég bara segja, mitt jobb var, ég var upp í turni eða í afgreiðslu. En varst ekki bara sofandi þar? Þú slagasti. Nei, ég var Ég var rosa. Druknar á vaktinni. Ég hljópa oft niður, sko. Og ég, já, það var einn eldri maður sem konstum. Og hann var svo lengi, hann var að synda. Hann tekur, þú veist, svona flugsund, eða svona nánast. Hann hoppaði svona og svo bara var hann nokkla lengi með andliti onni og flöyt bara. Svo gerði hann þetta aftur svona 40 sekundur setna. Þetta var eitthvað svona hans stíl, Varstu alltaf það bara upp og niður stíl? Ég var alltaf bara svona að tellja bara okkur síðan, hann var ekstra lengi núna, sko. Þá var ég alltaf alveg að fara onni. Og svo var ég var líka, veistu hvað, ég var rosa mikið í tækinu að kalli eitthvað. Ég var skammað mikið fyrir það. Segja fólki að fara á línunu? Nei, ég var aldrei að skamma neitt, ég var nú bara svona að djóka, sko. Og ég var skammað mikið fyrir að vera með brandara þar, sko, því það er náttúrulega yfir allir lögin, sko. Já, var svona flipparinn. Já, við sá okkur vin minn, þá fór ég eitthvað í kerfið og Voru við ekki allir flippararnir að vinnast það? Jó, við vorum öruglega 15 félagar sem unnum á sín tíma og ég held að það veri bara allir náttúrulega styrra rekki, sko. Rauð og bleik föt auka líku þínar á kynlífi. Rauð og bleik. Þannig að það er hellingur að leiða að hlusta núna sem er á leiðin út á lífi í kvöld. Þannig að, og þetta bæði við kalla á konur. Rauð skyrta eða rauð jakkaföt kannski? Eða bara fara allar leið og vera í bleikum buxum og rauðri skyrtu. Ég á bleika skyrtur, ég er ekki mikið að rauðu skyrtu. Ég er náttúrulega bleika skyrtu sem þú heldur mikið upp á, mástu? Já. Hún er með svona appelsínum eitthvað. Áttu nærbuxur í stíl? Nei. Getur þú verið heima á nærbuxum og skyrtan eins? Nei. Það er geðveikt lúk, sko. Bíflugur dansa þegar að finna gott blóm til þess að láta vini sína vita sem er gott blóm. Ég elska bíflugur, sko. Það er dansandi bíflugur. Helviti gaman aðeins. Ég elska bíflugur, mikið ég hata geðugur, sko. Kim Jong-il er eini maðurinn í sögunni til að fara 18 hólur í röð, hólu í höggi og kláraði hringin á 18. Það hefur aldrei gerst síðan. Hann var ekkert eðlilega góður í gólfi. Hann fann líka upp hambúrgaran. Já, það er góð uppfinning hjá honum. Já, rest in peace maður. Það flesti fara kannski, hólu í höggi einu sinni á kannski á ferlinum. Já. Hann gerir þetta repeatedly, alltaf bara. Hann tók einn ringa sem að fór hólu í höggi og hverju hólu og það er ekki hægt að bæta þetta með. Hann fór 18 hólur á 18. Það er rosalegt, sko. En þetta er ekki skráð, ég tjekk. Nei, þetta er ótrúlega árangur, sko. Hann fekk þetta samt ára með 5 vitni. Já. En fekk þetta ekki skráð.
Mér finnst nú alveg nóg að vera með 5 vitni sko. Ja, sko, það er talað þegar þú ferð hól í höggju, þú verður með vitni, annars verður þetta ekki skráð, sko, hann með 5. Microsoft bauði Yahoo $44,6 billion fyrir fyrirtæki 2008. Yahoo fannst það of lítið en seldi svo Verizon það 2016 fyrir $4,8 billion. Þannig að seldi fyrir, þeir mistu þarna $40 billion. Rosa. Þetta hefur gott call ef að Yahoo væri í dag Google, en sem mætti bara Google og pakka það saman. Því miður. Svo er það síðasta til að sjá, já þessi fannst mér áhugaverð, til þess að sjá eins og blindur einstaklingur þarfst að hafa eitt auga opið og hitt lokað, því að þú ert með bæði lokuð þá sérðu svart. Blindir sjá ekki svart. Þannig núna þá lokar einu auganu og ert með þetta opið, það sem er hérna hægra megin, þannig sjá blindir. Núna sér ekki svart, en ef þú lokar báðið þá sér svört á báðum. Ég veit að það eru margir að prófa núna, ekki ef þau eru að keyra samt. Ef ég loka öðru auganu, þá sé ég svartar. Nei. Hvernig sér þú? Ég sé kannski, ég sé svolítið bara andlitslitað. Þú sér ekki neitt. Jú. Þú sér ekki svart. Nei, ég sé í rauninni. Lokaði alveg, opnaði hitt. Ég er með annað opið. Já, þú sér ekki svart. Þá ertu eini í heiminum sem gerir það. Nú sé ég bara venjulega því ég með annað auga opið. Já, en það sem er á hinu auganu, þannig sjá blindir á báðum. Lokaði núna báðum augunum. Já, það er ekki hægt. Og sér allt svart. Þá við getum það aldrei séð hvernig. Þetta er svona grátt, frekar en svart. Þetta er bara ekki neitt. Nei. Það er bara það. Þannig að þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins og það er svo langt sín ég gerði því, ég man ekki hvað við sem var kæftað, en það var ekki blindra þetta. Var ekki bara allt rétt? Já, getur vel verið, ég átti kannski eftir að gera kæftaði. En sko, eina sem ég var ágjörða núna, mást ég sagði við byrjum þáttar að ég var mjög mikilvægt stöðulag. Já, ég næði ekki. 500 í, við náðum alltaf ekki það nokkuð. Nei, ég er að skuttla dótinu Sýstur mínar Marja og Dagbjörn ætla að vera svo yndislega að passa fyrir mér. Það er kannski næst, ekki kannski bara. Auðvitað næst. Það ekki? Jú, en það komið að lokum hjá okkur í dag. Takk hella fyrir hlustunina. Ef þú fæðist blindur, hvernig ætlaði þið dreymi? Ég veit það ekki. Það er excellent question, Dutch. Já, við þurfum að Við þurfum að taka þetta í blökastið. Já, Beggi, vinnur okkar, stand up. Hann kom í Ödd og Sveppa einhvern tímann og við spjallum heilengi við hann allt svona. Ég bara man ekki, við getum hengið hann í blökastið. Já, það væri geggjað að fá hann. Já, ræða svona. Já, ekki spurning. Heyrðu drengir, þetta er búið að vera svaðalegu þátt. Já, það fór ríkilega gaman. Fljótt að líða aftur á skrifstofuna. Já, nú eru konir aftur í vinnuna svona for real. Við minnum á blökastið sem kemur á þriðjudaginn á fn95blö.is. Hlaupið er þar inni núna ef þið eru ekki búin að sjá það. Annars bara eigið góða helgi, skemmtið ykkur á Gay Pride og enski boltinn byrjar í kvöld, þannig að þetta verður veisla. Já, þetta er geggjað, við kíkjum í bæinn á morgun, það er staðfest. Takk fyrir hlustina.